Það var það bara byrjunarnámskeið fyrir A+, bílasölu ekki? Jú, A+. A+. Ég ætla að byrja að kenna þér á sko hýsingarumhverfið okkar, skýið okkar. Já. Skýið okkar, kerfið þitt þannig séð teknilega séð hýst hérna í gagnaver okkar. Já. Og við sjáum það að uppfæra kerfið forritið. Já. Per se. Og þegar þú ert að tengja inn í gagnaver okkar, þá getur þú notað hvaða Windows-tölvu sem er. Það er innbyggt inn í allar Windows-tölvur, eitthvað sem heitir, þetta bara í skýið og segir hérna Remote Desktop Connection og þetta er í öllum tölvum, öllum Windows-tölvum. Já. Og ef þú ert með Apple-tölvu þá getur þú hlaðið þessu niður úr Apple Store. Já. Þessu forriti og tengst með sama hætti. Já. Og þú getur með þess að nota símaðinn í það ef þú vilt sko. En ég mæli ekki þetta með því að þú ert þannig sem er lítinn skjá fyrir mikið upplýsingum og ekki með lyklaborð og ekki með mús og þess þar. En það er ekkert mál að opna til símanni með hvaða spjaldtölvu sem er. En hins vegar svo tölva sem þú notar mest og því að þú nennir auðvitað ekki að vera að slá, ég er að fara að tengja stólpa og þetta er notandanafnum mitt og þetta er passwordið. Þá seifar maður það bara. Já, þegar þú ert að tengja svo ókunnur í nýrri tölvu, þá þarftu að vita hvað er tölvan sem það er að tengjast. Já. Sem er rauninni bara stólpi planet.stólpi.is heitir hún. Já. Svo læt ég að nota þetta og lykilorð á eftir. Hver þinn aðgangur er. En langt þægilegast náttúrulega er að þegar þú ert með vinnutölvu, þú ert að tengist alltaf á sömu tölvunni, eða frá sömu tölvu, að þá vistu þetta bara á skjáborðið og þá verður þetta íkon svona, hérna, og þá, þú tísmildar á það, þá getur þú valið að hvort þú skráir þetta bara í fyrsta skipti og gerir þetta og látið tölvunni geyma lykilorðið, þá er það þín tölva hans sem er að geyma lykilorðið, þegar það er að slá þetta inn í fyrsta skipti. Eða hvort að ef að tölvan þannig sér ótrygg og alls konar fólk þá myndur við vilja að bara frekar slá inn lykilorðið hver skipti sko. Já, það er bara þessi tölva sem við byrjum með Já, og svo notabene, þið getur auðvitað tengst frá 4, 5, 6 tölvum. Já, bara einn í einu. Einn í einu, heima frá okkur eða í vinnunni eða í sumarbústaðnum. Örugglega að vera með þetta heima og í þessi verður með mér bara á verkstæði og svo ég nenni ekki þegar ég er heima þá er ég ekki að vera að taka upp þessa þegar ég er með stóra borðtölvu heima. Já, nákvæmlega. En minnst okkur Steinn, þegar þú opnar skíatenginguna, þá dettur hann þína skíatölvu. Já. Og þú sérð alltaf að þú ert að vinna á skíatölvunni út á sem borða hér. Já, ég teki eftir þessu hjá Jóni. Já. Og þú getur alltaf bara með því að minimæsa hérna, þetta er X-ið, þá ertu þannig að slökkva á skjátengingu, þessi tölvunni. Já, þá þarf ég að logga mig aftur inn eða ekki. Þá þarftu að logga aftur inn. Ef þú notar þetta þessa hérna leið, þá er skíatölvaðin ennþá í gangi. Þetta er physically bara alveg tölva. Já. Og ef þú ert að vinna í Excel eða Word eða stólpa, þá er það ennþá þarna. Þetta er bara server sem er alltaf uppi. Síðan hins vegar nú er ég inn á mínum aðgangi hérna. Að þá verður líka íkon hérna sem heitir að slökkva skíðþjónustunni. Það er besta leiðin til að þú ert að logga það út. Því að þegar þú notar það íkon, sem að reyndur er ekki hér, að þá ertu þannig að slökkva á skíðþjónustunni. Og því að næstur ferðin, þá er hann svolítið fersk. Og því að eins og allar tölvur, ef það eru í gangi vikum og mánuðum saman, þá verður það bara súrar og hægar. Og þetta er ástæðið nefnum alveg sérstaklega að þetta er ótrúlega algengt vandamál. Já, menn gerir þetta ekki. Já, menn gerir þetta ekki. Menn fara alltaf hérna á X-a hér, þá ertu þannig bara að slíta tenginguna, skíatölvin er ennþá í gangi nákvæmlega eins og var. Og svo bara næsta dag þegar mann mætti vinna, þá lokar það sneftur inn og þá bara skíatengi, skjávarinn hann sem komið til þín. En skíatölvin fær þetta restart. Og það var fínt að gera þið reyna að muni þetta á föstuðum. Já, bara, og ef þið finnst það kerfið að vera hægt eitthvað, þá er þetta bara númer 1, 2 og 3 eiginlega. Prófa bara að lokka það út hérna með eftir að loka skíðþjónustu. Og þá bara, og lokka þið inn aftur. Hún er eldsnögg að keyra svo upp, sko. Eða bara, eitthvað 2-3 sekúndur.
Hún getur vel gert því sko að hún sé að restarta sig, búin að restarta sig. Það er miklu fljótara heldur en venjulegar tölvur. Í augnablikinu erum við með hérna Ablús-kennsla og svo kerfið þeirra. Þetta er náttúrulega bara því ég var hérna að loka mig sjálfur, þannig að þetta heitir náttúrulega munum veitir bara eitthvað nafni hérna. En ef við förum bara hérna í, þetta er rauninni kerfið hans Jóns. Já. Öll þau gögn sem þar eru. Og hérna, það sem þér náttúrulega við erum að vinna í honum ennþá, þá get ég ekki undan að það sé neinn trúnaðarmál þar, en hérna, við förum ekki inn í launakerfið en eitt slíkt. Já, hann er búinn að sýna mér það. Hann er í svo miklu fílu að ég sé að koma í námskeið af því að hann vill kenna mér þetta. Já. Og hann er búinn að vera að skjóta hingað og kallar á mig og þegar hann gerir einhverja villu sjálfu, sko, þá var hann að skammast í mér fyrir það. Og þetta þarf þú að læra. Nákvæmlega, og Jón hefur verið alveg frábær hérna mótnæðið. Við erum náttúrulega bara unnið þétt með honum, sko, því hann er svo duglegur að koma ábendingar. Já, hann var einmitt að sýna með launakerfi síðast en þetta var svo flókið hjá honum einhvern veginn að hvernig hann gerði þetta ég veit ekki, ég held að það sé pottþétt betri leið en þetta. Já, sko síðan er það líka annað þess að ég er ekki sérfræðingur í öllum einingum kerfisins. Það er alveg sérstaklega manneskja sem er sko bókhals- og endurskoðunar menntuð sem er okkar sérfræðingur hérna í öllu sem stýra fjárhagnum og launum. Ok, við fáum örugglega hana Áslaug. Nei, Heiða. Já, Heiða. Fáum hann örugglega til að græja launadótið hjá okkur. Já. Er það ekki, hvenær förum við ekki launadótið eftir? Sko, nei, ég ætla að fá Áslaug þá til að kenna einhverja það. Já, ok. Og við, hérna, þessi ef þið ætla að sjá sjálfur en launin. Sko, er þetta ekki þannig að ef við setjum þetta upp, þá get ég látið kerfi borga launin, eða ekki? Græja það allt. Ekki sjálfa greiðslur úr bankanum. Já, en það getur græjað allt. En að reikna launaseðlinn, útbúa launaseðlinn. Eina sem notandi verður að gera sjálfur. Það er bara upplýsingar verður það ekki inn í... Jú, skólpinn náttúrulega, hann má ekki millifæra fyrir ykkur. Nei. Það er bara, myndum ekki vilja það, þá er henni sko. Og svo getur við komið í daginn þegar við 100 okkar horfuna reikningum minni. Stólpi eru að tekja það. Stólpi fara í þeim. Já, nákvæmlega. Þannig að það þarf alltaf að sko eins og borga staðgreiðslu skattana. Þetta kemur bara krafa í heimabanka. Launum til gjöld eða lífeyrissjóðir og allt þetta sem fylgir launum. Að þið hefur náttúrulega svo sem aldrei gert þetta áður. Nei. En þetta er þetta bara sko þannig séð ef þið verðið með viðurkenna bókara til að sjá bókhaldið ykkar. Að þá er það þetta langbesta leiðin. Já. Það er Heiða er frábær. Og þá gjör það ekki svona allt sem þið sko þá getur þið sinnt í því sem þið eru góðir í. Stað þess að reyna sko, og þetta er alveg menntun við getum bókari. Ég veit það. Og menn getur þetta bjarga sér. En þeir gera oft mistök og það er oft sko tímafrekari að leiða þetta mistökin heldur en þetta var örugglega nákvæmlega eins og þinni vinnur sko. Já, ef við gerum mistök og það er bara 100 áskallarnir farnir sko. Þannig að frekar að sér það, ég man ekki hvað við erum að borga Heiðu þessi 40 skall þarna á Jón á mánuði að þetta er bara 2 tímar út á gólfi. Það er 20 skall tími. Þannig að ef ég er að fara að vera í bókhaldinu þá er þetta örugglega bara 2 dagar í viku hjá mér. Hún er vön og hún rukkaði 10 skall tíma. Og þannig að þú ætlar að gera suma vinnu og hún er að gera og það er jafn snöggur hún og jafn klára hún í bókhaldi þá er jafn lengi í þessu en þú myndir hafa náttúrulega miklu meiri tekjur af því að vera á gólfinu. Ef að nefna að síðan þetta skortur á verkefnum og það er fullt að lausa og það var þetta til þannig hjá Jóni hann hætti tímabundið að kaupa bókasöfnustu og fór að gera það sjálfur þannig að og ég hef ekki hugmynd hvort það gekk vel eða illa, ég veit það ekki. Það örugglega ekki því hann er með ég hef verið að græða einhverja reikninga en ekki þannig ég get ekki farið að opna kerfið og gert það. En það sem er náttúrulega líka kostur við að vera með bókar út í bæ í svona skíðanustu að hún auðvitað bara með aðgang veika kerfið
Alls ekki gera það sem mjög margir gera, að láta bókaran bóka þetta í eitthvað annað kerfi. Þið eru að nota stólpa? Já, hún bókar í stólpa. Já. Ekki að hún var í DK að bóka. Nei. Já. Þá ertu með rekstrarkostnaðinn í einu kerfi, með rekstrartekjunir í öðru kerfi og þú fær aldrei alvöru heildarmynd sko. Nema einu svona ári næstulega þegar ársreikningur gengur. Hann mjög takmarkaður. Já. Þannig að það er að þægilega við Heiðu, hún nefnir þetta. Já. Og svo náttúrulega líka annað sem mjög gott, sérstaklega með viðkendabókara, eða utanaðkomandi bókara. Þú vilt náttúrulega hún fari þá leið, bókari getur annarkot að vera handskar á reikningarna allegin. Já. Eða fengið á rafrænt. Já. Ég ætla að reyna að fá þetta rafrænt og... Já, einmitt við fórum kannski yfir þetta síðast. Já. Og þá heitir þetta rafræningu og það er líka bara ekki bara til að spara tíman hennar. Já. Þetta kostar rafrænt reikningar eitthvað smá. Já. En sá sparnaði kemur margfald tilbaka í vinnusparnaði henni. Já. En svo önnur ástæða að það að þá getið bæði séð reikningar. Þið eru stödduð sikur staðinn í bænum. Og ef þetta alltaf pappir eða tölvupóst og það sem ámættar til að tínast og eitthvað, en ef þetta sem mest í rafrænu, þá þetta allt bara hér í rafræningu. Og þá tínist aldrei neitt og þið getur bæði skoða þetta og með þess að þetta samþykta form, þannig að þá hún takir móti reikningunum, að þá býður þess að þú samþykir reikningu. Já. Þannig að hún fór ekki óvart að bóka eitthvað reikning sem er vitlaus, sem er afsláttur eða eitthvað, glemdist þetta afslátturna. En ef við förum bara yfir svona grunninn, þetta svona bara návarnast eins og matseðl á veitingastað, hvað í boði í þessu kerfum og þið þurfu alls ekki nótanátt á öll þessi kerfi. Þið verður náttúrulega lang mest að nota sölukerfi. Þannig ég held að við kannum setja fókusin á það. Já. En það eru samt ágætt að byrja bara á svona þessi veitir grunnur. Já. Og við förum bara hérna, þú getur, þegar þú sér hérna blátt almennt og svo eru hérna nokkur atriði fyrir neðan. Já. Þetta eru svona, þegar þú smeltur almennt og það verður miklu stærri menjú. Já. En svo getur þú smeltið beint á starfsmenn og það verður bara beint í starfsmannarskap. Já. Og eins með sölukerfið, þú getur farið hérna í endurpræntur reikninga beint, sko bara. Já. Eða bara opna sölukerfið og það eru líka endurpræntur reikninga. Já. Eða hvað sem er hérna. En ef við smeltum hérna almennt, já, þetta er kerfið hans Jóns. Já. Þá fyrir við hérna yfir þetta skuldunniðar, lánaþátta starfsmenn, þetta er kannski svona... Já, þessi er mest að þetta. Já, og fyrir við hérna í skuldunniðarna, þá ef við ætlum að skoða, við erum þetta með sér kerfi hérna sem heitir skuldunniðar, lánaþátta kerfi. Já. Og því veitum til skuldunarkerfi þar betra, þetta er eitthvað sem þarf ekki, þetta var út í að ég var að taka kerfi hans Jóns og færa það, að þá er kerfið að tengist upp á nýtt hérna. Að, sko, þetta er eins og hvernig yfirlitstöflu. Og yfirlitstöflu getur að sé á ýmsum stöðum í kerfinu, hvort sem er yfirlit yfir skuldunita, önnur tafla er yfirlit yfir lánaþátta, önnur tafla er náttúrulega yfirlit yfir starfsmenn, vörurnar ykkar og allar þessar töflur hafa það samverð að þó að upplýsingar séu mismunandi að þú getur farið hérna að stilla bálka. Já. Þú sér hérna til dæmis að tölvupósturinn er alltaf tómur, vefsíðan er alltaf tóm, tengið er alltaf tóm og tegund og það er kannski óþarf að vera að spreða og því að þú vilt ekki hafa mikið áreiti á augað. Já, nákvæmlega. Já, að taka það út bara. Að taka það út og þú stillir bara alla hérna hvað þú vilt hafa þetta stórt. Já. Og örfáir eru með eitthvað sem heitir lágmark. Já. Þannig að þú getur til dæmis ekki falið algjörlega nafn á kennitölu, en allt annað getur falið. Já. Og þannig að það segir bara að við erum að taka einhvern tengilegin og þá setur þú bara 0, þá er hann falinn. Já. Og þú getur eins líka sko smelt hérna á öruna upp og niður eða þú vilt fá þetta framar. Já. Eitthvað röð og fá þetta. Þannig að við setjum bara 0 á bara einhverja atriðina. Já. Það er síðan 0 og þá bara... Já, þetta er bara út. Og laga hans af. Já. Þannig að það eru semst að þú vilt fá yfirlitið skuldunum þá er semst þú getur að fara hérna í almennt. Já. En hérna á lánaþátta hérna líka. En það er líka þetta bara yfirlitið lánaþátta. Og hérna koma sömu upplýsingarnar. Já. Og þú og nota bene, það er náttúrulega alltaf að stækka og minnka gluggana. Já.
stilla dálka og þú getur fendur svo til Excel og vilt. Já. Og þessi guli leitarborði hérna uppi, þú sér að þetta er allt hérna í öllum verkum. Já. Það þýðir hann að sýna allt. Já. Ef þú vilt til dæmis bara fá hérna 105. Það er ekki að gera stjörnu svo fyrir aftan. Nákvæmlega. Já. Og þá færðu bara allt sem er 105. Já. Þannig að Jón er kannski búinn að kenna þér þetta. Já. Og eins náttúrulega þetta er hægt að vera, sko, ef þú vilt til dæmis, segjum bara hérna, þú getur að segja, sko, spurningamerki er 1 óþekktur stafur. Já. 2 spurningamerki, 2 óþekktir stafur. A, stjarna, þetta þýðir að 3. stafurinn væri A. Já. Þú myndi aldrei leita með þessum hætti, en Já. en þetta er engin sem notabene, þú notar tab. Já, tab, já. Og hægri smella hreinsa síðu. Já. Að sko þetta að segjum að hérna með sko þessi bendill er alltaf í einhverju línu hérna. Já. Og svo er kannski búin að setja hérna eitthvað, taka inn bara 365 stjarna. Ef ég ít á enter núna, þá skilur kerfið þannig svo að setja bara opna Arnar. Já. En ef ég ít á tab, þá er ég að virkja reyndina. Já. Og þetta er svona atriði sem að getur pyrra mann kannski í byrjun þegar mann fattar þetta ekki, þetta er alltaf í enter. Já. En þá er þetta alltaf opnað og bara þessi bendillin er. Og hægri smetla fyrir maður, það er nýja lánadrottinn breyta skráningu á honum. Við getum alltaf tvíklikka bara á honum og opna spjaldið hans. Og hreinsa síðu, raða og það er hérna líka þetta, þegar hún smetlir á heimilisang og raðan eftir heimilisvangi. Já. Þetta er vaxendur eða umgætturöð. Smetlir á nafnut og það er raðan stafrófsröð. Já. Og öfugur stafrófsröð. Og svo framvegis. Og þetta er sérst á bara við allar svona töflur í kerfinu. Já. Það er ekki allar samt töflur alls þar í kerfinu komnar í þetta form. Þær eru mjög auðþekkjanlegar og þær eru með svo gula borða hérna uppi. Já. Og kerfið náttúrulega er sérst upphaflega fyrsta útgáfan af kerfinu kom fyrir rúmlega 20 árum síðan. Já. Og sumar töflur eru bara árið jafngamlar. Já. Og ég myndi segja sjálfur að margar þessar töflur eru sko virka bara geggjað vel. Já. Engin ástæða til að breyta þeim. En þeir eru kannski verið gamaltast í útliti sko. Já. Og það er það eftir því sem þú ert í kerfinu þá sérðu við sko sundlítur gamaltast út. Sundlítur bara nútímalegt út. Já. En það er það er óþarf að breyta því sem að bara sem virkar. Já. Þá væri maður svona að spreða eins og hérna hækkurinn á Dodge sko. Já. Það er bara svona að vera minimalískur í smástund. Já, nákvæmlega. En ef við förum áfram inn í almenna kerfið og þá eru hérna nokkrar svona grunnstillingar í kerfinu sem að er ágætt að sko, svo er listin náttúrulega hérna við starfsmenn. Og við sjáum hérna alveg hvernig getur við viltað einmitt hver eru sko starfandi. Já. Hver eru hættir eða bara alla. Það eru hérna margir starfandi. Já, ég veit ekki hvað búin að vera duglegur að uppfæra þetta og þetta var náttúrulega að uppfæra þetta, þú veist. Já. Hvort þessi starfsmann sé starfandi eða hættur að leiða eða veikur eða hvað það er. Já. Og það er náttúrulega með svo sem þetta lánadrottana hana. Já. Og kannski ég var að renna kannski yfir spjaldið þeirra, við opnum bara eitthvað hérna. Já, ég var með skuldunni sem heitir nafnalind, það er það. Það svona lítið sko allar upplýsingar skuldunniðinn. Já. Það er kannski, þegar þeir eru konum með tengingu þjóðskrá, þá er það dugur að skrá. Já, þurfum við að sækja það. Lánstöð, það er, já, kreditinfo. Já, það er bara kreditinfo, með þá ökutækjaskrá og allt. Þú þarft því miður að heyri þeim. Ok. Við megum sérst ekki gera það. Og það er eiginlega, og ég skil það alveg, af því að sko, þegar þeir kaupa þessu upplýsingar frá Hagstofunni, að þá er það með það er krafa frá Hagstofunni og Samgöngustofu, sem að selur ökutækjaskrá, að þeir selja þetta eingöngu til endanotenda. Já. Þannig að við megum ekki að vera vindilíðis. Ekki að kröfur landstöðist.
En þeir myndu stofna þeirri í kerfið og gefa ykkur bæði notendar og lykilorð. Og það sem þið á sett hérna inn í þessu líka þjóðskrár, skráðið hérna inn. Þið þurfið að tilgreina sérstaklega að þetta til að tengja stólpa, stólpa. Því að þeir geta klúðra stillingu. Og sumir eru ekki alveg með þetta reynu þannig hjá Creditinfo. Þannig að stundum virkar þegar þú ert komið með password, user og pass, þá virkar það samt ekki út í að það er að stilla þetta hjá þeim með réttum hætti. Þannig að þú slæðir þetta bara inn og stýttar staðfesta og þá er það komið tengingin. Þegar tengingin er komin að þá dugar að skrá semst inn hvort sem það er leitað einstaklingi, fyrirtæki eða ökutæki. Hérna náttúrulega er það um kennitölu, þannig að þú smellir síðan bara á hérna. Og þá sækir þetta aftur. Það er eitthvað vill, þannig að þetta er kennilega röng eða þá þegar ég var að kópera kerfið það er gegn farið milli. En þá bara smellur hérna á og það kemur tilbaka nákvæmlega hérna nafn og heimilisfang. Það kemur hérna ekki neitt annað, þannig að þú vilt setja símanúmer út og þá er Creditinfo ekki með neina slíkar upplýsingar, eða Hagstofan. Þannig að það er eitthvað sem þú þarft að gera sjálf. Og eins náttúrulega hérna netfang. Það er alltaf að setja reikning í tölvupósti. Og þá þarf að... En þetta er form sem hún notar ekki oft. Þegar þetta gerist eiginlega allt saman í þessu daglega ferli sem þú ert að vinna í, að það er að bóka tíma og þá skráfuru netfangið, þá skráfuru símanúmerið. Nákvæmlega. Kerfið sækir sjálfkrafa hérna ökutækið. Og þannig að þetta er svona, en svo eru, þetta er aftur hérna í almennt. Annað, þú sér hérna hún opnar eftir svo opnum fleiri kerfi þá koma bara fleiri flippar hérna. Og þú getur bæði náttúrulega hoppa á milli svona eða bara með músinni hérna niðri. Þetta er bara eins og að vera með töluna fyrir framan sig. Og hvað var ég eftir? Og starfsmenn, deildir, greiðskilmálar, greiðskilmálar, það er svolítið atriði sem skiptir miklu máli. En algjörlega háð ykkar smekk. Og eins og Jón er með þetta, við skoðum það. Greiðskilmáli er á mannamáli, segjum þá að þú ert að gefa út reikning á mig. Að þá ertu með eitthvað greiðsluskilmála, það þýðir hvernig og hvenar ég á að borga reikningi. Og það er eitthvað sem þið þurfum bara að ákveða í ykkar rekstri. Er ég með 30 daga greiðslufrest, er ég með 60 daga greiðslufrest. Ef ég fer yfir greiðslufrestinn á ég að borga dráttarvexti. Þannig að það er það sem heitir í stoppa greiðsluskilmáli. Og þú getur stofnað eins marga greiðsluskilmála þú vilt. Og Jón er með mér svolítið marga hérna. Og sannlega mikið af þessu rusl sem hann hægt að nota eða nota aldrei. En hérna er stilt til dæmis, þú getur skýrt segjan greiðsluskilmála hvað sem er. Það getur A, B, C eða 10 dagar úttekt eða eitthvað. Bestu náttúrulega að hafa eitthvað sem mannsheilinn skilur. Og þá þýðir það að þetta einn daginn verður 10 dögum eftir gjalddaga. Þannig að þú gefur reikning í dag, þá er einn daginn eftir 10 daga. Og ef við skrá 20 dagana, þá 20 dagar. Þú getur líka haft þetta með mánaðamót, þannig að ef þetta alltaf vera 10 daga eftir næstu mánaðamót og þá skiptir máli hvort það er með gjalddagar í byrjun þessa mánaðar eða síðasta þessa mánaðar, en það er það hérna DLM. Þetta reiknar frá gjalddagareiknings, 10 daga eftir gjalddagan eða eftir mánaðamót. Það sem þið náttúrulega er fyrst og fremst að vinna með tryggingafélögum og þau millifæra held ég alltaf að þá er hérna Jón sem með skilmála sem að krafa er líðandi þarna er maður stofna kröfubanka. Þannig að þetta er einmitt hérna þannig að segjum sett með 10 viðstöðinni 7 er að borga með millifærslu þú treystir það rosalega vel. En svo eru kannski 3 sem það þekkir ekki neitt. Og þú vilt bara að þeir borgi með kröfu banka. Og krafi banka er auðvitað betri millifærsla út í að hún reiknar dráttarvexti. Þegar þú borgar seint.
og það sem gerir því líka betri yfirsýn, þú veist, þegar þú fer inn í heimbankann eða stólpann, þá getur séð hver búin að borga og hver ekki búin að borga. Og en með millifærsluna þá þarftu bara basically að fara inn á reikninginn og leita Sjóvá búin að borga eða eitthvað aðalega sem þú treystir. Þess vegna þetta svolítið svona þessar mismunandi leiðir og þið verður vantilega ekki með mikið af kröfum banka. Nei, yfirleitt sjálfsábyrgð borgar á staðnum með korti að þetta er mjög sjaldgæft að það fyrirtæki sem biður kannski að fá senda reikning en það er ekki oft. Já, en svo bara líka það sé aðskilið, reikningur eitt, greiðslan síðan allt annað. Það er krafan í banka bara hvernig peningarnir fyrir reikningum koma. Og ég þarf alltaf að búa til hana þá sér það ekki. Ger ég það í stólpunum eða þarf ég ekki að gera það í heimabankanum og senda kröfuna svoleiðis? Sko, stólpinn getur gert það fyrir þig, en þá ertu með aukakerfi. Hvert aukakerfi kostar 1200 kall á mánuði. Og þannig að sko, ef þú ert með mikið af kröfum, þá er þetta bara no-brainer. Þá lætur stofna sig þetta. Þetta er bara 3 mússmellir og þú kannski stofna kannski 100 kröfur. En ef það er gett í höndunum, það tekir halvan dag. Fyrir einn og einn reikning þá kannski er þetta alltaf að gera með höndunum. Fyrir einn og einn reikning, þá er þetta næstum bara álíka mikið vinna að gera þetta í stólpa. Þannig að það fer algjörlega til magninu hvort þú vill láta stólpa sig þetta eða gera þetta bara sjálfur í höndunum. En kostnaði þannig sem það ekki dýrt í stólpa, en það er óþarf að borga fyrir eitthvað kerfi sem þú getur. Nota kannski 2 mánaða fresti eða sjálfnar. Hendum okkur það bara í þetta, ég vona þetta bara virkinn allt saman eðlilega þegar maður er búin að kópir og svona milli, þannig að þetta er svo mikið margar uppsynningar í kerfinu sem skiptir máli nákvæmlega hvað þetta er geymt hjá okkur og serverum hana. Þannig að stundu þegar maður er að færa þetta allt annað stað og þá fyrir allt þú skeiðis en á að gera þar. Til þess að reyna að núna tekist alltaf nýja grunni alltaf. Þannig að gera það. Svona daglega vinsla, ef við förum aðeins í hana sem þið eru nota langmest. Og kannski er það svona þarft að kunna vel. Í fyrsta lagi þá reyna allt það sem sér hérna mjög hægt að snýða til dæmis. Með tímann og allt þetta. Þú ákveður sjálfur hvað með boxið það niður. Og svo ætlar ég að fylla út hana með rauðu dagana og... og sko Jón notar kerfið þannig að eins og sér náttúrulega það mánudag, þriðjudag og miðvikudagur og ég held að við hans vinnulag sé það að koma allir á mánudegi með bílinn og svo eru þau bara sjálfur að pikka út á lagarnastíg en svona venjulegast að þetta er ekki þannig það er að maður pantað alltaf á kannski miðvikudegi eða whatever og en svona var þetta vinnu Jón þetta og hann er búinn að búa til sér þessar stöður eins og kerfið kemur uppalega þá held ég bara til 3 eða 4 stöður það er bókatími, hann er byrjar í vinnslubítinn hann er búinn eða eitthvað leiðis en svo er bara smekksættari hvað viltu og hvaða litið þú vilt hafa á þessu og svo framvegis og svo náttúrulega þessi takkar hérna sem mann ekki alveg hérna, en píla áfram held ég sé því. Það er vika, svo geturðu ítt á daginn í dag, var það ekki? Og þá var okkar daginn í dag, hvað sem 17. hérna. Og svo geturðu ítt á hvaða dag þú vilt sjá svo bara þannig. Nákvæmlega. Og svo hringir kúnni og þú, eins og Jón hugsaði þetta, þá ræði hann bara ákveðinn fjölda bíla á daginn og það er teljari, hvað er búið að bóka mikið þessa vika. Og svo segir það bara, ok, það er hérna laust hérna í næstu viku. Þá smellur bara boxið. Og það er rauninni bara örfá ádæli sem þú ætti að skráða inn. Bara bílnúmerið og símanúmer. Tökum hérna... Doddsina minna. Hann er örugglega að koma tíðin sinn. Nei. Það tökum bara eitthvað gamla hérna. Ásett að setja 00. Volvoinn. Volvoinn.
Já, það eitthvað brestur í tengingunum en hérna það virkar ekki. Þjóðskrá tengingin út af afræða ekki að það. Það snellur hérna rauninni. Ef að sko, nei. Við viljum bara eitthvað hérna. Sko, þegar þú slærir númerið þá á þetta allt koma sjálfkrafa. Þannig að tengingin orðin virk. Og þó þetta virkir þetta ekki hér þá þetta aldrei neitt vesen á þessu. Þannig að ég hef aldrei lent í, ég hef lent í veseni með einn bíl að þá kom ykkur allt annar bíl upp. Það man ég hvað þetta var og þá kom þetta sem eitthvað, sko, elsta típa af þarna, hvað heitir þetta? Prius, man ég hvað þetta, Volvo eða eitthvað. Þá tvennt sem kemur greina, sko, þegar þú búin að stofna bílinn í fyrsta skipti í stólpa, þá man stoppið þennan bíl. Og þegar við sláum eitthvað númer þarna, þá byrjar hann á því til að spara þér kostnað að tjekka hefur þessi bíl verið skráður áður í stólpa. Og þá notuðu þær upplýsingar. Það enda líka stilling í kerfinu. Viltu sko ignora það að þú hafi skráðan áður. Þannig að hún refreshi í hvers skipti hún slærði nýtt númer þarna. Að þó hann sé til áður, þá tjekkum við samt. Hver skráningin í dag? Þú þarf að borga samt fyrir hverja uppfyllingu. 50 kall sko. Og til Kreditinfo. Sem að borga síðan megnið á þessu til Samgöngustofu. Það eru þeir sem að þannig sé að hafa besta peningum út úr þessu. Það önnur skýringin að upphaflega þegar bifreiðin var stofnuð í stólpa, það var bara stofnuð på litlislega frá ástæðu. Hinn möguleikin náttúrulega bara Samgöngustofa hefði víxlað saman tveim bílum sko. Það getur verið. Það þetta, en miskuti þá það þannig að stólpi sendur henni bara þetta númer og fær svar tilbaka. Og og ef þú síðan notar aftur þennan bíl og þá er þetta bara að segja að þetta var skráningin sem gerð síðast. Og þá sækir þetta hver skráðar eigandi. Eina sem það þarf þannig sem þannig að það hann að skrifa bílnúmerið. Þetta kemur alls sjálfkrafa. Það er sími og netfang. Það er sími og netfang. Og maður setur símanúmer í farsíma sem á að fara á SMS-ið. Og ef þú ætlar að senda reikning í, ef það kemur að því að þessi aðalega fær reikning, kannski þetta náttúrulega bara tjón hjá tryggingarlegi, þá náttúrulega þarf hann ekkert reikning frá ykkur endilega, nema fyrir eigin átinu og það er bara svona pappírband að það kemur. En þá þarftu ekki að hafa, þú þarftu ekki að skrá e-mailið hans, nema og setja að fara að senda tölvupóst. Þannig að annars skiptir ykkur máli. Tilgangur og nánar, tilgangurinn það sem sér hérna. Jón notar verðindar BB Kask og þannig hann BB bíl og þarna. Þannig Jón bara búinn að þróa sér ákveð vinnulag. Hugmyndi okkur uppalega var það að þú myndir segja tjóna fram og tjóna aftan eða eitthvað svona stórt tjón, lítið tjón. Eitthvað sem að þú sérð í yfirlitinu. Meðan nánari lýsingar auðvitað nánari hvað á að gera. Og þegar stofnum svona nýja beini, þá kemur náttúrulega þetta svæði hérna sem heitir ámynd og sölunóta, það kemur tómt. Og þegar eftir þá kemur sjálfkrafa þarna í þetta. En þetta er bara skráið svona. Við vorum að skrá þarna og það kemur alltaf á fyrstu skráningunni sem bara skráning. Og þannig sem getur bara lokað þessu og þá þetta komið hér. Næsta sem gerist er að bíllinn mætir á svæðið. Og þá myndum við að fara hérna að hann sé stofna nýtt verk og þarna er að stofna verk í verkbókvöldinu. Og verk í verkbókvöldinu það sést því að opnið þannig sé aldrei verkbókvöldi. Það er að vinna bara þannig undir hútið. Og þú eru að ferja til þessi yfirlitsálmyndan hér þá er eitthvað sem heitir verkbókvöld. En þið myndu vera týndir þar. Þannig að það er búið að hanna þetta kerfi hérna, þannig að það sé bara vinna þannig sé óna á þessu verkbókvöldakar. Og hérna, þetta er líka stilling, hvort hann stofni alltaf nýtt eða hvort hann spyrji þessar spurningar. Viltu stofna nýtt verk eða viltu nota gamalt verk?
99, og ég held að bara 100% til þetta, þannig að þessi spurning þannig að ég ætla að stilla kerfið þannig að ég ekki að spyrja þessu. Því að það bara losnaði við spurninguna. Þá kemur hérna sérðu númer. Já. Þá þetta reikningur í vinnslu. Já. Og til að nota svona sem orðu við almennt nótum, þá köllum við yfirleitt bara nóta. Já, já. Eða reikningur í vinnslu. Og þetta verður alls ekki reikningsnúmerið. Svo bara það sé ekki ruglað saman. Já. Því að lögum samkvæmt, að þegar þú gefur út reikning, þá þeir verið númeraröð. Já. Fyrsti reikning hverju ári 1 og svo kortlagur Nei, fyrsti reikningur gefur út á ævinni, númer 1 og svo bara hækkar það. Já, ok, já. Áramót setur ekki út, þá ertu komið með, eftir 10 ár, þá ertu komið 10 reikningur númer 1. Já. Og hérna þá ertu að segja að reikningur 1 2014. Já, ég held að það væri þannig, að væri byrjar alltaf eitthvað nýtt á hverju ári. Sum bókhaldskerfi, þú séð þetta náttúrulega okkur alls konar reikning sem fengið hendurnar. Já. Sum kerfi, vantarlega erlend kerfi eða eitthvað, hvorki ég kann með stólpi vinnum eftir út af því, það bara tellir þessi stækka. En það sett, það svona réttasta leiðin að þú ert bara með einfalda tellir sem hækkar. Já. En þetta sett nóta í vinnslu og þú við getum ennþá eyðilagt þessar nótu. Já. Að þá þetta þetta einfalt númer og hækkar og þannig að næsta nóta verður þessi númer endur hérna 10. Já. Næsta endur 11 og svo 12. En reikningarnir, það verður ekki allar nótur eða reikningar í vinnslu að reikningum, en það bara önnur tannarröð. Já. Sem eðlilega telur hægar og til að einstaklega sem hendur út. Já. Og Jón með þarna lítið tjón og eitthvað stórt tjón og eitthvað svoleiðis, þannig að það eiginlega bara eitthvað sem þú þarft að finna út hvort að þetta gott vinnulag eða slæmt. Já. Ég veit það ekki sjálfur. Þetta alltaf leið með stórt og lítið tjón og þetta á staðnum í vinnslu og að rægt að nýta það. Já. En þetta til dæmis á alveg eftir að setja upp kerfið ykkar. Já. Og þannig að þú þarft bara að segja mér svolítið bara hvernig þú vilt hafa þetta, hvort þú vilt hafa þetta eins eða eitthvað öðruvísi. Já. Og það svona, það einfalt en smá örlítið handavinnu þetta að setja þetta upp. En þá þegar það komið sölunótu hérna, þá fyrst þetta prenta út verkbeinina. Já. Við viljum hætta þessu hérna og því að ef við höfum sett eitthvað lýsingu hér, þá kemur hún auðvitað á verkbeinina. Já. Og þú getur bætt við hérna, eða svo vilt Já. Og þá brest út ykkur staðar. Já, þetta líka stillingarðri. Já. Já, hérna, senda verkefnin beint á prentanum. Já. Ég að prenta það samfall. Og þetta getur auðvitað gert eins oft og þú vill, Já. Og þetta þekkjur náttúrulega manna best, sennilega betur en ég. Ég er búinn að sjá þetta nokkur sinnum. Já. Og þessi texti sem neðst, það líka texti sem þú stýrir sjálfur. Já. En hugmyndin náttúrulega þarna að þetta sé prentað út og ef þú vilt nota alla lausnir frá okkur sem við mælum með en ekki skylda Bílgreinasambandið villar svo sem að þið notið þetta strikamerki til að skanna ykkur inn á verkið. Já. En við þurfum ekki að nota það. Þetta þarf bara að sjást. Þetta mun samt strikamerki verður alltaf þóttu notum ekki svo sem ekkert en við erum bara með einn starfsmann til að byrja með þá held ég pointless fyrir okkur að vera með þarna en svo bæti ég örugglega við stimpilklukkunni auka, það ekki að vera með auka stimpilklukku svo til að vera með fram í sali eða eitthvað. Að við erum með stimpilklukkuna og þá laust, það kostar þetta eitthvað aukalega, það alveg sér aðgangur, 2500 kall á mánuði og svo klukkan kerfið sjálf 1200, en þetta kannski 500 kall á mánuði. Svo það náttúrulega bara líka ægi sem það þarf og því að sumar hafa byrjað að reyna að nota þetta sem eru kannski með 10 starfsmenn. Já, ég byrjaði á þessu fyrst og svo bara þegar þeir voru ekkert að nota þetta og þá hætti ég. Nákvæmlega, þetta kúltúr. Þannig að þegar það getur, ég held ég hef nefnt að við hérna síðast, eðarbílar
Já. Ég veit ekki, 10-15 starfsmenn. Já. Og Bjarki Eðabílum vildi þetta, sko, hann var ekki lengur með neina yfirsýn það hverjir voru duglegir og hverjir voru ekki duglegir. Hverjir voru að skreppa í viðtali í leikskólanum eða eitthvað. Og þannig að hann sagði bara, já, nú byrjaði að nota stimpilklukku. Og þeir bara, sagði nei. Hvað ekki, það hann og svo Bragi, hvað ekki 3 sem eiga eða eitthvað? Eðabíla? Já. Ég veit ekki, ég tala bara Bjarka. Bjarka, já. En minnst að þá getur verið erfitt að taka þetta upp seinna mér. Eða sem þegar það voru margir. Já. Út af því að kúltúrinn sem að þú þekkir sjálfur, að þegar Jón reyndi að byrja að nota þetta, að það var bara Þetta eins og að þú getur verið með í Kapas svipa á þetta. Já, Kapas plan. Já, og ég var að skoða verkstæði sem var með þetta og þar var þetta bara þarna kannski ég að taka verk af þér að taka við því og ég þarf svo að eyða einhverjum auka klukkutíma í að laga eitthvað eftir því og þá var þetta orðið bara drulla yfir hvern annan að vinna á þessu. Þannig að þeir hætta að leyfa þeim að skrifa inn í. Já. Nákvæmlega. Annars svo sem ekki meira þessi bókin að verið svona kíkja á þetta númerina, 26-210. Það næsta skref sem myndi gerast það að þið eru að klára tjónið í Kapas. Já. Og sækja svo upplýsingarnar og færa það yfir. Og ég svo sem engin sérfræðingur á Kapas. Já. Eina sem trikki í Kapas sem mikilvægt að nefna það að sko við fyrir með súlukerfi, var það ekki súlukerfi eina, já? Þú þarft að vera búinn að haka í eitt hak í Kapas svo að reikningurinn fari yfir. Já, það eitt annað atriði sem ætla að nefna. Já, þessi takki hér refresh. Já. Sérstu til að kerfið ekki alltaf að uppfæra. Það svona spesially hefur tjekka að komið nýtt. Já. Þá kemur reikningurinn inn. Já. Sem ég held að Jón hafi þetta gert alltaf vitlaust. Að það sem að þú ert með tímabunakerfi. Já. Og tímabunakerfi býr til reikningin fyrir þig. Já. Að þá áttu ekki að fara hér upp eins og Jón gerir. Já. Heldur áttu að opna reikningin. Já. Og fara í nú er þetta nýtt byrjað að gera sækja tjónaskýrslu Kapas. Já. Þá hann bara að fara að sækja akkurat fyrir þetta bílnúmer. Já. Og þá að leita bara akkurat þessi bílnúmer hér. Já. Og við leitum, það kemur ekki, þetta eitthvað gamalt hjá hann. Já, það náttúrulega veit á bíl. Já. Það ekki skýrsla. Og það kemur upp þarna og ég man ekki af hverju hann var eitthvað að reyna að segja mér daginn af hverju hann gerir þetta svona því ég voru að spjalla við hann þetta þegar þú sem bara þetta var svo flókið hjá honum. Já. Fullt af einhverjum reikningum sem að Já, ég sé hann búinn að taka til. Já. Þetta prófum þennan bílnúmer hérna, þetta bílnúmer hér. Því það það sem erfitt að kenna kerfinu að vera alveg hvað bíl þetta Nissan Qashqai. Og þegar við sendum til Kapas, þá sendum við maí 2024 þetta bílnúmer. Þannig ef við erum ekki mjög rétt mánuði, ef skýrslan var kannski gerð í apríl, þá myndum við ekki finna hana. Þannig að þú veit ekki hvað þetta sé. Það virkar að ef þú ert ekki viss hvenær þú kláraði skýrsluna, þá getur tekið hakið úr, setta inn aftur og þá getur sótt hana þann mánuð bara svo ert að gera það. Við getum náttúrulega að sé allar, það fer hérna uppi. Að þessi leið sem Jón notar hérna sendu við bara fáum allt. Og þá ekkert bílnúmer hér. Þannig að við tökum bara ekkert bíl hérna. Nú erum við náttúrulega ekki að fylgja í hvort maður sjónslengd eða slíka afritaðan. En það sem við gerum hér sér hann ekki. Þannig að við tökum bara PTL, þetta bíl sem var hjá okkur núna? PTL 79. Er það ekki til tímabókun á hann? Ég held að það verið þessu viku. Og svo talum við það að finna, eða leita bókun. Þá smellum við bara hérna á að finna. Þá eru bara allar bókunir hérna frá upphafi. Og
þá náttúrulega fyrir við bara í reitir sem heitir hérna fastnúmer, PTL. Hvað var það? PTL? 79 eða ekki? 79. Og þá sjáum við hérna, það er tvær bókanir, 1.22 og einn núna í maí. Já. Nákvæmlega. Já, þessu vöku. Hérna er nótanúmer 2680. Sem leiðir ekki hérna. Einhver sem er búinn að reyka þetta. Þetta er vantilega alltaf sem á eftir að gera það í Kappas og eftir að skulum bara búa það til hérna. Nema, já, þetta er. Skulum bara stofna nýtt verk á það. Ég veit ekki hvað það er hægt, en skulum prófa það. Hún gerir það ekki eftir. Það er saman tímabókum, það var komið á undan. Já. En þá kemur hérna sko, skulum bara fara leiðina Sjón síðan núna út og þeir eru með case. Já. En hérna, hér eru nokkrar stillingar, skiptamáli. Já, það sem ég ætla að nefna með Kappas. Það sem við stólpinn sendir til Kappas. Já. Ég er rauninni bara stendur inn í hausnum. Já. Mánuður, ár, bílnúmer. Já. Eða það er ekkert bílnúmer að koma að bröll. Já. Tilbaka fáum við þetta allar upplýsingar á tjónið. Já. Og hvaða tryggingafélag. Stólpinn og allt á Íslandi vinnur út á kennitölum. Já. Kappas er ekki með kennitölu við tryggingafélag. Já. Þannig að og við reyndum að fá Kappas síður til að setja inn okkur vantar íslenska kennitölu fyrir íslensk tryggingafélag. Annars vitum við ekki að þetta sé sjóa. Já. Það er bara ómögulegt að treysta því að menn skrifa alltaf sjóa á eins. Eða Vátryggingafélag Íslands, VÍS einn daginn og Vátryggingafélag Íslands hinn daginn og stundum með HF, stundum með HF punktur. Já. Og tölvur eru það heimskar að það get ekki sér munað. Hvort sem einn punktur í lokin, þá er það bara allt annað. Þannig að kennitölunar eru náttúrulega bara dásamlegar í þessum heimi. En Kappas átti ekki neitt svæði fyrir kennitölum. Þannig að þeir sendu meðal að sko faxnúmerið. Ef að Vátryggingafélagið væri með faxnúmerið þá væri það sent. Þannig að við kennum stólpa að lesa faxnúmerið og segja þetta er með kennitölu. Þannig að þegar þú stofnar ferði í Kappas og hvað heitir það Jóhann í Kappas og hvað heitir hann Pétur eða ekki? Nei, hvað heitir hann? Ég veit það ekki. Það skiptir ekki máli, hann ætlar að kenna það. Að það er eitthvað sem heitir mitt Kappas. Þá stofnar tryggingafélagið. Og þá er mjög mikilvægt að þú slarið þetta Vátryggingafélag Íslands, hvað það er með heimilisfang og kennitölu og kennitölan er skráð þar sem er fax, stendur fax. Og þetta er bara mjög mikilvægt. Að ef að skýrslan kemur tilbaka, þegar við fáum skýrsluna henni eins og núna, að þá ef það er ekki sko búið að skrá kennitöluna í faxið, þá veit stólpinn ekki hvað að gera þetta. Það er bara kemur hérna fullt af tjóð. Það er að handvirkt setja kennitöluna. Já, það kemur bara illa sko. Þetta bara á ekki að vera svona. Og ég fengi eitt svona sýntal held ég á 3 árum. Þannig að þetta er mjög, mjög sjaldgæft. Annars skiptamáli er það náttúrulega að hver á að borga. Það er umráðamaður, er það tryggingafélag eða eigandi. Og fyrir tryggingafélag þá er einmitt reikningurinn sko yfirleitt á umráðamanninn. Og móttakandi reiknings er tryggingafélag. Og svo er hann hak sem er mínum að algjör snild. En Jón notar ekki. Ég vissi ekki að þessu. Hann kendi mig bara handgera alltaf. Að segja okkur hann gera það. Það er út af því að þegar að kúnum kemur að segja bílinn, þá er hann ekki búinn að klára skýrsluna. Og út af því að ef hann er búinn að klára þetta skýrslunni, þá gera það kerfið sjálfkrafa. Þegar nú erum við hérna með þennan bíl, LML 65, reikningsvarar.
Og þetta kemur bara aðgjörlokkur, tjónaskýrslu valda reikningsvar 1, tjónaskýrslu reikningsvar 1, já. Þetta bara staðfesting að þetta hafi verið gert. Já. Þessi bíll var ekki með tjón. Já. Eða eigin áttu. Já. Það kom bara einn reikningur. Já. En ef það hefði verið eigin átta, þá bara komið 2 reikningar. Já. Og það sem að Jón ekki búinn með kappaskýrsluna, getur ekki gert þetta og það myndast ekki reikningur að þá þarf hann að gera hann í höndunum. Já. En það væri hægt að svindla sér kannski, neða samt ekki, þú ert örugglega lengur að heldur að hann sitja hann inn að skella á hakið og sækja reikningin og eyða svo bara þessum út og sækja svo aftur eða uppfæra hann þegar sko, þá kemur þetta úr kappaskýrslunni, þá kemur hérna hvað eigin áttan og það verður sett eitthvað reikningur fyrir því. Já. Svona reyna bara eitthvað aðra byrði, hljóttum að hitta á eitthvað byrði hérna að við getum alveg, ég vil bara henda út hérna. Við getum líka að sé hjá okkur hvað, við getum líka að sé það í tímabókinu, hann skrifar alltaf kasko eða kasko. Já, ETM 12. Já, þetta ekki búið samt. Já. Við erum í bara síðustu viku. Já, það síðustu. Sjáum það sko, veitu, reikningur í stólpa, það ætti að vera búið þá að sé ljósblá. Og já, þetta ekki, þetta kasko? Nei, kasko BSB 98. Já. BSB 98. Þannig að koma ekki hérna. Við höfum hérna við og við sem bara reikningsvar. Já. Þarna kom á til? Þarna kom á til. Og þú sér saman bílum. Og þarna fær bara Bjarni sé reikningur þessu. Og þarna getur þú náttúrulega bara sagt verið, ok, svo þetta tilbúið og við uppfærum. Já. Þessi til bara hægara í það. Cancel. Svona grunnvirkni í sölukerfisins. Fyrsta lagi þá þessi gluggi hérna stendur með reikningar í vinnslu. Já. Þú sér aldrei gamla reikninga hérna. Þannig að ef þú gefur út reikningin sem að heitir svona nótulunni uppfæra. Já. Og ástæður þetta heitir útgáfa reiknings. Þetta út allt í kerfinu. Já. Eitthvað svona staðfesting. Já. Hvað sem tímaskráningar starfsmanna. Svo staðfestur þær. Þá kallum þetta uppfæra það. Já. Þetta í bókhaldinu, þú ert að bóka eitthvað fullu og svo endanum uppfæra. Já. Það eins í sölukerfinu, þú býr til sölureikning og svo uppfæra. Já. Þannig að og þá verður hann að endanlegum formulegum reikningi. Við getum förum við svona helstu virknina hérna að þessi tækjastega hérna, þessi reikningar í vinnslu hérna. Já. Þannig að þessi fyrsti partur hérna, hann á eiginlega svolítið við þessa mynd hérna niðri. Já. Svo eru bara gamli reikningar, hvort sem það var reikningur sem skerður fyrir 1 mínútu síðan, eða 10 ára síðan, að það heitir bara uppfæra reikningar. Já. Bara reikningar sem maður ekki út. Þú getur auðvitað alltaf endurprenta og það að setja prítækir að endurprenta síðasta. Og ef þú annarkvort þarft að endurprenta reikninga, þá langoftast það síðasta reikningarinn. En svo getur það bara endurprenta hér og þá getur bara valið úr allan listóðum. Reikningar sem nafnum ekki út og leitað eftir greiðanda, leitað eftir kennendalags og nafni og heimilisfangi og leitað eftir hverju sem eða númeri reiknings eða hvað sem þú veist. Já. Og það tiltölulega auðvelt að leita auðvitað gamlu reikningum ef þú veist eitthvað. Já. Með upplýsingar á reikningina og svo eru náttúrulega leiðréttingar á gamlu reikningum. Förum við það eftir. Já. Sendingaryfirlit. Það þurfa líka aðeins að kalla og til að þú hefur alltaf þessar 3 möguleika. Já. Ég reynda að býða kæra upp á fleiri möguleika en það mest notað að það að prenta út reikningin, það að senda hann í tölvupósti eða senda hann rafrænt. Já. Svo hérna svona þetta ekkert spáið, þetta ránar fylgiskjöl fyrir farmbréf. Já. Þú ert aldrei að setja neitt í flutning. Nei. Svo verðskrá og vöruflokkar þannig að ég held að við förum bara næst í hérna hvernig við uppfærum reikning. Þess að við skoðum bara reikningin. Þá þetta bara allt saman sem við lesum úr Kappas. Já. Þessi eiginmáta hérna og svo lesum tryggingafélagið, þá það hérna. Já.
Eitt tæknilegt smáatriði sem rétt að nefna, en þú sannlega myndi aldrei hugsa þetta, að sko, þegar við förum náttúrulega í Karlsbad, þá eitthvað tilsmynd stillingar hérna. Já. Þetta henni, og því að í Karlsbad, þegar við fáum skýrsluna frá Karlsbad, þá stendur bara body repair. Á reikningu sem tryggingafélag fær, þá stendur ekki body repair, þetta vinnulögn. Þetta stillir þú sjálfur hérna. Hvað viltu að body repair sé á þínu reikningi? Og hérna eru möguleginni sem eru boðið og þetta henni bara frjálst, sko. Hvað kallar þetta? Ég held að engin verslað sé að spá í þetta neitt. Þetta semst rauninni bara hvernig þetta varpað þarna yfir. Þú veist að kapasinn þá vinstra megin, stólpinn hægra megin. Svo sem. Það þarf ekkert að breyta þessu held ég. Ég held að flestir eru ekki að gera þetta eins og Jón held ég. Jú, sko, í þessu jú. Eða? Já. Við erum eins og við höfum notað Jón sérstaklega, sko, þegar við vinnum svo mikið með Jóni eða svo talað við hann að við höfum sagt mönnum að bara gera þetta eins og Jón þarna, sko. Já, ok. Því að það eiginlega enginn að spá í þessu. Já. Og ekki fínt að hafa þetta á svona bara. Já, og við höfum treyst Jóni, sko, eða vitum að þó hann gerir ekki allt rétt og þá held ég að þetta sé bara flott. Já. Þannig að við höfum, sko, en þetta frjálst. Já. Það bara að vita því. Já. Það auðveldara að copy-pasta þetta heldur en að vera... Já, og ég eiginlega búinn að setja þessi stillingu inn hjá okkur. Já, ok. Ekki það er ekkert mál að breyta þig. Þú veist, ef þú vilt til þess að þú veist, eins og hérna eitthvað sem hefur kapað sér material og other, sko, en það heitir á reikningunni bara sama, varumins. Já. Það ekki það. Þú vilt að þetta heiti eitthvað síðan. Aðrir. Já, aðrir varumins og svo eitthvað sem heitir aðrir varumins. Já. Þá bara gerum við það. Bara vinstamál. Já. Þetta farði frá Kapas á Íslandi. Þinn aðgangur. Já. Þetta þessi aðgangur Jóns. Já. Og þetta þarf auðvitað til þess að við getum talað við Kapas í Svíþjóð. Já. Sem geymar alltaf þjónuskýrslunar. Já, þarf ég þá ekki að biðja þá eitthvað annað? Jú. Þú þarft að gera samning við þá. Já. Ég kom með Kapasi, sko. Já, og þá átt að fá þetta notandi og líkilegt þar. Er það ekki bara sama og til að loka minn, eða er það eitthvað annað? Ég bara ekki hugmynd. Ég skal bara senda eitthvað. Þetta eitthvað sem að Kapas bara skaffar. Ég veit ekki hvort þetta sé sama. Já, spyr það bara. Já. En þetta alltaf svona, sko. Þú ert vantanlega með þetta CN og leik og svo fullt af núlum. Og svo myndi ég ekki trúa að þú ert með eitthvað hærri tölu hérna. Hann með 0,53. Þannig að þetta bara versta með 53 til að fá aðganginn. Og ég sé hérna númer sem miklu hærri. Já. Og svo þetta eitthvað password. Og já, annað með reikningin, bara útlit af reikningunum. Þú hefur aldrei unnið með sölugerðir, þannig séð? Nei, bara gert reikning bara í flýti fyrir sjálfsábyrgðina. Við bara förum yfir þetta og þú stoppar með því fyrir og frá. Greiðandi segir sér það sjálfur. Já. Og hérna til þess að nota benni að sko þú sérð alveg hvort það stafnir í e-mail eða ekki. Eða þetta á fyrir tölvupósti. Móttakandinn, sko í venjulega verkstæðum annað. Já. Það pínu spes í eitthvað tilfelli. Það alltaf tryggingafélag sem móttakinn reikning. Já. En í flestum öðrum verkstæðum þá alltaf sömu upplýsingar. Bjarni Hermann bæði greiðandi og móttakandi. Já. Segir hann allt sjálf þegar. Hérna allt bifreiðina. Já. Og ágætis, sko, þú sér hérna bæði hér. Hérna getur náttúrulega vera, sko, þú ert svo sem aldrei að leita að listumann hann, þetta kemur allt sjálfkrafa. En hérna eru aðgerðir sem skoða valningar eða Já. Ef þú vilt sko sjá reikningsyfirlit eða hreyfingarrit eða skoða hreyfingar hans. Annað sem það langar að benda á hérna að sko þú getur skrifað athugasemd. Já.
til dæmis að Bjarni Hermann á alltaf á 10% afsláttur. Já. Og munurinn á athugasemd og áminningu. Já. Athugasemd bara textið sem stendur hér. Já. Og hvergi annars staðar. Já. Og það bara sérstaklega að opna það spjald til að sjá hvort þú hefur skrifað eitthvað annað. Já. Þetta bara athugasemd Bjarni Hermann. En áminningin eins og að leiðu þú velur í sölukerfinu, þá kemur áminningin í feysaður. Já. Þannig að gerður að minna þig á. Já. Og þannig að það kemur leiðilegur Gunni að skrifa maður í áminningu leiðilegur og þegar hann kemur upp og þá, nei, bara annað. Já, nákvæmlega. Ég vel hérna, nú setjum ég bara eitthvað bull hérna inn. Já. Og hérna, og leiðu vel hann, þá kemur hérna áminningsskuldum. Já. Og aftur þetta ólíka, ykkar rekstur svolítið þurriðseldur hjá mörgum öðrum. Já. Þú þarft vantar ekki mikið á þessu aldrei. Nei, ég hef aldrei opnað þetta, þannig að en eins hérna í bifreiðahlaupunum, þessi líka það hérna 2 örvar hérna hliðan á og það að skoða valda bifreið, það getur gagnlegt. Þá sérðu þetta allar upplýsingar sem við fáum úr Samgöngustofu. Já. Þú getur sett athugasemd á þessa annan bíl. Já. Og þú ert búinn að stofna eitt skipti stoppa, þá hann þar for evið. Já. Þannig ef þú eitthvað sem ef hann skilur að koma aftur eftir 3 ára eitthvað og þú vilt muna eitthvað þennan bíl, nákvæmlega eins og vilt muna þennan Bjarna Hermann, og þá getur þú sagt að ég ætla að muna þetta þennan bíl. Já. Svo eitthvað hérna kílómetraskoðanir og eitthvað restur sem að þið mun ekki nota, nánar upplýsingar, en það viðgerðarsaga. Já. Hérna sjáum við til dæmis að þetta sko bara reikningasaga. Hvaða reikningar hafa gefnað þennan bíl, óháð hver á hann. Já. Eða hver borgaði reikningin sko. Já. Að það hérna búið að búa til 2 reikninga á þennan bíl. Sjálfsábyrgðin og tjónið. Sko þetta útgefnir reikningar, þetta þetta sem Jón búinn að gefa út. Já. Og ef þið varum átt að stimpilklukana, strikamerkiskanna, að þá getur skoða klukkurnar hér. Já, hver var að vinna í bílunum og bara nákvæmlega klukkan hvað skráði sinna að hvaða dag. Já. Og það var 10 daga að vinna í bílunum, það bara nákvæmlega inn og út, inn og út. Og hvað mikill tími samtals. Svo eitthvað hérna nánaði líklegur, ég man ekki hvað það Sundur með það samanlegt. Sem frá fyrsta til 31.12. Man ekki hvað það hérna. Þessi viltu sleppa kostnaðar og framlegð. Já, það til eitthvað svona ekki slæm. Það eitthvað samantæktur en bara hvað þessi bíl. Já. Svo hérna hakkur sem bifreiða aðgerðir. Hérna getur líka prenta út sko verkbeini. Já. Og það 3 verkbeinir í búðikerfinu. Já. Það án skilmálakostnaðar og svo hérna með skilmálakostnaði. Já. Og svo hérna bara með skilmálum. Já. Þannig að það getur prenta út með verðinu á viðgerðinni. Já. Og sumverkstæði sem að vilja meina sig þessum A-flokkur af verkstæði. Að hérna, sko þetta við almennverkstæði, ekki reikningaverkstæði. Já. En almennverkstæði, þau eru fann að gefa sko kostnaðaráætlun. Já. Fyrirfram. Og að láta menn kvitta á verkbeiðnina. Á að gera þetta. Já. En þetta áætlun að kosti þetta. Já. Og þá minna vesen í þegar kemur rökkum. Já, það var þarna eitt vesen sem við lentum í daginn og þá gæði sem að fara á milli verkstæða og þarna man ekki hvernig það var hann var að leita á verkstæðinu sem vildi gera við bílinn bara og hann fengi borga frá tryggingunum og Jón vildi ekki gera það. Og þannig Jón var svo búinn að senda inn tjónið, þannig að þegar hann var ekki búinn að skrifa undir verkskýrsluna þá gat Jón ekki haldið í þetta. Já. Að rukka fyrir þetta og eitthvað en það bara, þetta útlendingarnir sem að þessu. Já. En ég held að bílfélagasambandið sé svona pínamestin almennu verkstæði að gera það. Já. Og hérna svo sem yfirleitt þetta tryggingafélögin ekki mjög lítið af einkatjónum sem að koma inn sko. Já. Og líka þetta orðið það djöfulli dýrt að
að það er mjög fáir sem vilja gera í bílanum sínum. Bara smá hurðaskella á raf í síðustu viku eða þessa viku. Þetta var ekki einu sinni rétting. Það var bara málun á hurðum, bara pússa, mála, 240.000. Bara ein hurð. Já, nákvæmlega. Annað með þessu nóti hérna, ef þú vilt setja athugasemd með, sko, þetta kemur væntanlega úr Kappas. Nei, þetta kemur lokaskoðunin úr Kappas. Hérna, nei, það eins og við gerðum hérna áðan, man ekki, já, þetta er bilanlýsingin sem við settum hérna. Við vorum bara með annan, nei, við vorum rétt stað. Við tókum það langkúrsunum sem var hana, þessi viðbyggun til, mástu hana. Já, notuðu við ekki, nei. Hérna þessi. Þetta bilanlega þessi nánari lýsing. Hún fer yfir reikningin. Þannig að hún kemur hér. Síðan þegar þú fer náttúrulega hérna í bifreiðaaðgerðir og leggst úr Kappas, þessi bíll var ekki til, að þá getur bæst eitthvað við, sko. Eins og við vorum að horfa áðan á eitthvað lokaskoðun. Það kemur úr Kappas. Hvað annað get ég sagt með skýrsluna? Já, sko, sumir skrifa heila ritgerðir hérna. Þetta á að fara á reikninginn, það var bara þetta var gert og þetta var gert og þetta var gert og þetta. Bara að skrifa heila skýrslu til einannars. Og þá er þetta svæði ekki alveg nógu stórt, þú getur skrolla hérna upp og niður, sko. Og þá getur þú fengið þessa athugasemd hérna í flippa hérna við hliðina. Það veist að því að ef þú finnst þetta svæði voru lítið, til þú stuðlar að skrifa, að þá getur við fært það. Ástæði nefnir bara til þetta alveg óbúðslega mismunandi. Ég býst nú ekki við því að við þurfum að nota þetta eitthvað mikið. En þetta var alltaf í settingum flipa og menn þurfti alltaf að smetla hérna að setja eitthvað flipa hérna. Og hérna, en svo þetta orðið svo mikið í rafum reikningum, þetta orðið svo mikilvægt svæði. Þannig við viltum setja þetta eitthvað sýnilegri stað, en þá við leiðinni þetta að minnka það. Og það hentaði ekki öllum. Það svona þetta að velja rauninni hvað þetta kemur. Annað með nótuna að þú getur, sko, þú sér hérna hvað dálkar eru að sér. Það einingaverð án vask og einingaverð með vaski og svo heildar upp að án vask. Þú getur hérna stillt hvaða dálka þú sérð í þessu. Þannig að þau með línaðaðgerðir, setjum dálka, að þá sérðu sambærilega myndir sem vorum með á. Þú getur fært þetta fram upp og niður í hvaða röð þú vilt hafa þetta og sér hérna til dæmis ef þú vilt sjá upphæð með vask. Þú sérðu þetta alltaf hérna í botninu hvað þetta er. En ef þú vilt að sjá þetta línu fyrir línu, þá bara segir við þangið, þennan dálk líka. Það bætist staðið. Og það bætist staðið. Þannig að það sérðu 32.500 án vask og svo 40.000 með vask. Samtals innan niður. Og svo þetta fleiri dálkar hana. Það alls konar dálkar hana sem að hún getur mögulegt á í ástand það. Ég held að þetta sé bara fín upplýsing. En smekkur manna mjög ólíkur. Það eru nokkrar aðgerðir, hérna línuaðgerðir, ef við maður séu þetta. Ef þú ætlar að setja einhverjum ástæðum með einhvern afslátt, þá getur þetta handslegin inn, hérna línu fyrir línu. Eða þú getur sett bara sama afslátt á alla línur. 10, það bara kemur 10% afslátt. Skrá margavörur inn, þetta þarf þú svona lítið að gera og þetta kemur náttúrulega bara alltaf Kappas hjá þér. En ef það er ekki þannig, þá getur þú búið til þín vörunúmer og búið til reikningaflokkurinn og þú getur þess vegna ákveða að reyna vilt bæta niðri línu og aðstæðar í stólpa, þessu hérna stjarnan neðst. Það þýðir bara að þú getur skráð hérna nýja línu, en ef þú skjóta hann á milli, þá er það líka línuaðgerðin. Skrá nýja línu á valinn stað, þá kemur bara ný lína fyrir ofan málningarvinnuna. Þetta notu ekki hérna, eins og þetta setur dálka hérna.
Svo líka hnappi hér, aðgerðir. Sjá framlegð, þá þarf það að vera náttúrulega vörnúmer sem við erum ekki hana. En þá getur við séð sko, þá er það náttúrulega vörnúmer. Þá ertu með eitthvað kostnaður á vörunni, með söluvörunni og þú ert kannski að þarna eftir að gefa afslátt. Þá skýrsla bara sem segir bara, þetta sem þú ert að hafa út úr þessari sölu. Þessi skýrsla meikar ekkert sens út í að það ekki skráðið kostnaður á baka, þannig að söluverðið hér kemur sem 100% framlegð. Hvað fleiri aðgerðir þarna? Forskóða getur sniðugt. Þá sérðu bara hvernig reikningur lítur út áður en þú gefur hann. Og svona myndi hann líti út. Og já, það eitt sem við þurfum að fá hér, hvernig viltu að hausinn líti út hjá þér? Já, efstu uppi. Efstu parturinn. Og það þarftu bara að senda okkur. Þú vandar með eitthvað hugmyndir. Þú getur bara búið þetta til í Word. Eins og þú vilt. Þetta ekkert rosalega stórt pláss eins og sérð. Þetta allavega logoið og... Já, sko lögum samkvæmt þarf þetta að vera kennitala vasknúmer. Og þetta nafnið. Við erum ennþá að bíða eftir vasknúmer að samkvæmt lögum máttu ekki fá það fyrir 8 dögum fyrir rekstur, þannig að við erum að reyna að fiffa eitthvað til að fá það fyrir. Það þarf að nýta þetta. Þannig að já, þú þarft að senda okkur það. Þannig í augnablikinu þá bara kemur þetta tómt hjá þér. Og það eru til þetta mismunandi útlit af reikningum, bílareikningum. Ég held að þessi til sko, í kerfinu öllu eru til eitthvað 40 mismunandi útlit af reikningum. Fyrir bílaverkstæði er til svona 4-5. En við þurfum að nota þennan heldur fyrir tryggingarnar, að því hann sundurliðar allt. Þetta form byggum við til með trygginguna. Það Þannig að ég þyrfti að nota þetta. Þannig að, og ég held að ég sé bara að stilla að gera þitt líka með þetta. Og þarna kemur sko, það er náttúrulega pínu þessi eiginátta flókin bókhaldslega séð, en það er búið að leysa þau stólpa. Að semst út af því að tryggingafélög vilja fá reikning fyrir heildartjóninu. Eða ríkisskattstjóri krefst þess. Að það sé gefin eitt reikning fyrir heildartjóninu. Og tryggingafélögin eiga að fá hann. En þau eru ekki að borga hann, þannig að það er bara búin til sett bóksina. Að hvernig þetta skiptist, þessi 310 svona skiptist í eigináttu og upp að ánum. Þannig að þau vita að þau eru að borga 194.000. En þetta er eitthvað ríkiskastjóra þar sem hann, sko, þegar hann var hafður með í ráðan líka þegar þetta búið til að sum fyrirtækjar nýta sér sko vaskinn. Sumt. Til frádráttar eða fá endurgreiðslu á honum. Og þess að þarf reikningunum að vera heildarupphæðina með heildarvaskinum. Þannig að það sé hægt að þannig sér. Þannig að tryggingafélögin að taka vaskinn af eigináhættunni á fólki. Sko eiginátt ber náttúrulega ekki vask. En það sem sko með þessari kröfu ríkisskattstjóra þá var þetta svona flókið og það eru búin 2 reikningar eins og veist. Það er búin þessi reikningur og svo einn annar og þú vilt ekki búið til ómæslega tekjur náttúrulega. Þannig að það þurfti að koma að stólpa í skiljanum hvernig hérna sumpir vask, vask og tekjur, þarlandi vask og annað ekki. Þannig að eigináttan svolítið fyrir utan sögu. Svo að þú tvítelur mann ekki. Þegar hún þegar komin inn, sko. Þetta er bara heildartjónið með án áhættu. Og þannig að stólpunum meðhandla síðan hann sjálfsábyrgða reikning alveg sérstaklega. Þannig að það kom ekki eins og tvöfaldar tekjur. Ég held að segja meira svo með þetta form að segja að jú, það er hérna eitt að uppfæra. Þannig að þú ert inn í þessu formi hér, þá getur bara að gefa hann út þarna. Og ég held að flestir gera það. Ég sjálfur, mér finnst þægilega sko að smetla hér uppfæra. Þetta er nákvæmlega sama aðgerðin, bara sikur staðnum. Það getur við bara merkt nokkra inn og setta bara alla í einu. Og þarftu þetta að vera búin að merkja eitthvað, þannig að það merkir ekki neitt sko. Að þá kemur bara utan náttúrulega, hvernig eftir þau bara. En þú merkir reikningin svartan og þú getur eins og hefnið músinu til að velja marga. Kontróla það ekki, Kontróla þá átt að velja marga staka þeim.
Og það vinnum okkur bara eftir tækjastíkan hérna. Áttu hérna Forskoða. Já. Þetta nákvæmlega sama. Þeir áttu vinni Bjarna Forskoða. Já. Svo eitthvað hérna, þú notar þetta held ég ekki neitt. Það hægt að afverða reikningu eða eitthvað sem í vinnslu. Já. Ég held að þetta er staðar. Þú hringir í okkur þegar þið vantar eitthvað þörf og þá vantarlega sé að þetta er hérna. Já. Þá förum við í gamla reikningar, uppfærri reikningar. Já. Já, við skulum bara gefa út þessa reikningar. Sko, þá kemur glugginn þegar við ætlum að smella uppfæra. Já. Og hugmyndin með þessu glugga er það að, sko, ég ætla að hætta við hérna. Segjum að einhverjum ástæðum að þá var einhver kolvillus, það kemur sjálfkrafa daginn í dag. Þegar þú lestir það kapast, það kemur sjálfkrafa daginn í dag. En segjum það að við ætlum að hafa gjalddagan til viku. Og það getur þetta að fara inn í hennar reikning og stegið inn nýja dagsendingar. Fyrst í annar reikningin og svo í reikningin. En uppfærsluglugginn býður líka upp á þetta. Já. Að aftur kemur sjálfkrafa daginn í dag. Já. En ég get sagt hérna inn auðvitað hvaða dag sem er. Já. Og þannig að þú sér hérna sko, það eru 3 atriði sem getur stillt. Já. Það er á að uppbreyta gjalddaganum. Já. Á að breyta greiðskilmálunum. Þá í einhvern ákveðinn greiðskilmála. Já. Og að breyta sendingamálunum. Já. Já, það er eitt sem ég glemur kannski nefna hana í nótunni. Við sjáum, hætta við. Förum hérna. Við förum í allt hérna. Við förum yfir þetta hér. Fyrsta lagi sendingamálun. Já. Þetta er hvernig verður reikningurinn sendur. Já. Það stillist að því hvernig þessi viðskilmaður er stilltur. Já. Og hérna, þessi viðskilmaður er stilltur vantilega bara eftir hvernig Jón vill. Þannig að það er, og Jón er búinn að stilla það þannig að hann vill að allir reikningar prentast út. Já. Nema þegar það er svo óskar sérstaklega eftir gröðari. Já. Það er óskar sérstaklega eftir gröðari annarkvort af listamönnum. Já. Þannig að Bjarni er búinn að segja til við ykkur í framtíðinni einhvern mann að hann vilji bara alltaf fá rafrænreikninga. Já. Þá myndu að opna skuldbindingarspjaldi hans. Já. Þar sjáum við hérna sendingamótan. Ef við skoðum málin greiðanda. Þá er svæði hérna sem heitir sendingamóti. Verður það aftur hérna? Sendingamóti. Já. Þessi viðstafnir hefur engar skoðanir. Já. Þess vegna er hann bara á sjálfgefni stillingu. Já. En ef hann hefði eitthvað skoðanir, til þess að hann fá rafrænreikning. Já. Þá stillir við þá á hann. Þannig að þá veit stólpi að þessi kúni vill alltaf fá rafrænreikning. Já. Ég ætla bara að baka hérna. Og þegar við búum til reikning á hana kúna, þá sjáum við líka hvað sendingamáttur er. Já. Þannig að sjálfgefni sendingamáttin í kerfinu sjóns er prentun og það er gefin prentu þarna. Já. Við getum skipt skoðun hana líka. Þannig að allir þessi möguleikar skiptum skoðun eftir mann í ferlinu. Það er bæði gott en líka pínu ruglandi sko. Já. En þetta er kannski upplýsingar af þannig að ef það er til þessi e-mail hérna, þú vilt sætla að senda því tölvupósti. Já. Og þá bara skrifar e-mail hérna. Já. Og það kemur á það. Já. En ég þá að vera búinn að tengja mailið okkar eða ekki við Stólpa á... Jú. Já. Nákvæmlega. Stólpi er ekki póstkerfi. Nei. Og hérna, það þarf að tengja sérst og við þurfum að, í samvinnu með þig, að þú þurft að eiginlega veita Stólpa aðgang og við þurfum að skrá það inn. Þannig að hérna, þar sem pósturinn er Outlook, hjá Microsoft þannig, að hérna, þeir hleypa því hverju sem er í póstin ykkar. Já. Og ekki einu sinni bókarskerfin ykkar. Já. Nema sérstaklega búið að opna það. Já. Afhendingarskilmála er eitthvað sem ég nota ekki. Þetta er með vöruafhendingu, en fylgir kerfinu. Já. Og ég setti á ykkur, sko, í staðan fyrir alltaf skilmála 1, það er hvað skilmála 1 er, sko. Já.
Þetta er bara punktur, sko, þetta þarf að vera útfyllt. Já, ok. Greiðsluskilmálar fóru hann sigur á hann, það er bara hvernig á þetta greiðast. Já. Og það er millifærsla eða græði banka eða greiðum peningum eða greiðum korti og það er líka smá samstillingu með bókarum ykkar. Já. Hversu mikla aðgreiningu þið viljið hafa þarna. Já. Til dæmis þarna sko peningar og kort. Já. Að þið viljum vantilega geta stemt af. Þið eigið að vera með 20 skall í kassanum. Já. Og þið eigið að vera með 150 krónur í kortum í daginn. Já. Eða hvað það er. Og svo leggst þetta við mánuði. Og þegar þið fáið sem uppgjör frá kortafyrirtækinu, þá vil ekki þetta já að vona á að fá þetta marga milljónir. Já. Og þá getur þið geta borið saman hvað var það sem er greiðsluskilmála kort fyrir þetta tímabil. Já. Það hlýtur að stemma. Ef það stemmir ekki, af hverju stemmir ekki? Þú veist, þá er það bara að fara að reykja sig í gegnum. Já. Þannig að þetta getur verið svona, þetta er hluti af vinnu bókarans. Já. Og eitt af því sem þú ert að ræða við Heiðu, það er bókarinn ykkar, hversu miklar afstellingar þú vilt fara í. Þú veit, sko, Heiða kannski útskýrðar fyrir þér. Já. En segjum það að þú kemur mánaðarlega til Heiðu með fullt af reikningum. Já. Og hún bara samviskusamlega, einu upplýsingar hún fær er þessi reikningar sem þú komst með. Já. Og hún bara samviskusamlega bókar þetta inn í kerfið. Já. Ef þú hefur gleymt eða týnt reikningi, þú veist náttúrulega ekki að þú týnt reikningi, þú komst bara með bunkan. Já. Að þá heitir þessi vinna afstemmingar. Já. Það er að tjekka, hefur eitthvað gleymst. Já. Og það sem að Heiða myndi að gera er það samband við þá aðala sem tekur við varahluti af, sem bara B&L. Já. Og hún segir, má fá hreyfingarlistan fyrir A+, þannig að þessa mánuði, og þá senda þeir henni að þeir sem búin að gefa út henni 40 reikninga. Já. Svo þegar hún fyrir að koma að bóka, þá segir bara, ég finn bara 38 reikninga, það vantar 2. Já. Og þá þannig að finna hvaða 2 reikninga og hringja í B&L. Þessi vinna getur verið tímafrek. Já. Þannig að, og ég ætla sko svo tímafrek að þetta verður aðalstarf bókarans. Já. Rannsóknarvinna. Já. Og finna hvað vantar. Og hún sér að vantar eitthvað og svo kalla eftir því. Já. Þannig að þau vilja spara eitthvað tíma í Heiðu að hafa þetta 100%. Já. Þegar það gerir alla afstemmingavinnum sem ég. Já. Þetta getur verið sett hjá sumum kúnum hjá okkur sko langstærsti partur. Já. Og svo koma þar og þurfi sig okkur er þetta svona háa reikningar sko. Já. Og þá getur maður sér til sagt bara ok, við sleppum bara afstemmingavinnum sem er stórhættulegt. Því að þá er bókaldið ykkar ekki alveg rétt sko. Já. Það vantar henni 2 reikningar á B&L fyrir síðasta mánuði og alls konar. Og ef við erum teknir í tjekka þá er þetta skoðað. Já sko, skatturinn hefur alltaf ágjörð því að þið séu borga ólíðinskatt. Já. Ef það gleymast reikningar á lánardrottnum, þá borgið þið mikinn skatt. Já. Og þeir hafa engar ágjörð því. Já. Skiljuðu þið, allt sem þú byrður frá B&L, hefur vask, og það dregst frá því sem þú átt að borga. Já. Þannig að ef það tínast þér reikningar, þá dregst bara minni upp að frá því sem að frá og þú átt að borga meira. Já. Þannig að þá lítur út fyrir að það sé bara byllandi hagnaður hjá þér og það vantar kostnaðarreikninga. Já. Og þú átt að borga sko bæði vaskar tekjunum, það er alveg kristaltært. Það losnar aldrei, það gleymst aldrei einn reikninga þar. Því miður. Stólpið passar það náttúrulega. Það gleymast ekkert slíkt sko. Og en það getur þetta gleymst lónardrottnum. Já. Því að það getur verið á pappírum og tölvupósti og einhversstaðar. Og Heiða getur gert mistök að bara lagt í ruslatunum hjá henni eitthvað sko. Og þess vegna enn og aftur eru rafrænar reikningar náttúrulega alveg snillt því að þetta hverfur alls með því. Já. Ég er búin að vera mjög duglegur að taka reikningar núna og reyna að byggja reikningar með kentölu af því að ég er ekki að ná að muna kentöluna. Nákvæmlega. Hvar voru þið? Já, við fara á. Já, við vorum í sendingum á það, já. Og hérna getur við slegið það inn nýja dagsetningu. Og við getum þess að skrifa athugasemd á alla reikninga. Og því að það ekki að senda þetta hvorki prentar en eitthvað, þá getur líka valið að bara senda þetta á enginn. Já.
Eða bara brendun. Svo líka náttúrulega smelt hérna tómt sjóðu þessi gegn. Og það bara brenda. Já. Næsta sem var ágætt að sjá, ef það hefði komið villa, til þess að þú ætlar að senda reikningin í tölvupóst. Já. Og þú gleymdir bara að skrá tölvupóstinn. Já. Þá stólpið samt sem að búin að gefa út reikningin, en hún tókst bara ekki að senda hann. Já. Og þá kemur strax villa á skjáinu hjá þér. Já. Þannig að þú ert að uppfæra hérna, núna voru uppfæra 2 reikninga. Já. Og segjum bara að annar reikningur er komið villu. Já. Þá bara kemur hann upp á villu, þessi bara lína. Já. Og hérna, það er eitthvað til sem heitir sendingaryfirlit sem svona næstu bara hvert þú sendir reikningana á hvernig. Já. Og við rennum að segja það, kannski, ertu maður að sjá það á það kannski? Nei. Þetta er bara svona svolítið eins og outboxið þitt, eða sent items í tölvupóstinu. Já. Við sjáum bara hérna í dag, klukkan 15:50, þá vorum við að senda útsendingnótna. Já. Við prentuðum hana og þá var þessi reikningur. Já. Og greiðandi var þetta hér og móttakandinn var þessi hér. Þetta var ekki verið tryggingafélag. Nei, já, ég valdi hann aftur. Já. Þá skrifaði ég yfir tryggingafélagið. Já. Annars myndi tryggingafélagið koma hérna. Ef það hefði komið milla, þá hefði komið hérna, sko, þetta var sagði hérna verðt. Já, ok. Og þannig sjáum við bara aðgerð framkvæmd. Já. Og bara til að sjá hvað sínusótt, þannig að það hlýtur að örugglega ekkert að vera illa hérna hjá henni. Illa, já. Hérna sjáum við dæmi villu sem að þá Jón hefur lent í. Já. 5. apríl. Það var að senda rafnaðarreikning. Þetta er ekkert óalgeng villa. Já. Þarna ætlaði hann að senda rafnaðarreikning á Björn Guðmundsson. Já. Björn Guðmundsson er ekki skráður í, þetta er alveg sér fyrirtæki sem sjá miðlun rafnaðarreikninga. Já. Það þarf að skrá sig sérstaklega hjá þeim og það kostar að vera skráð hjá það. Já. Og hérna, þessi Björn Guðmundsson er náttúrulega bara einstaklingur, ekki fyrirtæki. Þetta er nú yfirleitt bara fyrirtæki sem eru rafnaðarreikning. Já. Að hann er þetta bara ekkert skráður í þessa þjónustu. Já. Þannig að hérna, villan er bara nokkuð auðlesin. Já. Næsta villa sem hann lenti í, hann er alltaf að senda honum tölvupóst. Já. Og póstan var tómt. Já. Og það sem þarf að gera þessu tilfelli, þegar þarna er sko stólpinn búinn að gefa út reikninginn, hann bara tókst ekki að senda hann, að þá þurfum við að fara í að endursenda gamla reikning. Og þá segir við bara endurprenta, endursenda, endurprenta náttúrulega bara að prenta hann út. Já. En við ætlum að senda hann einhvern veginn. Og þá skulum bara hvaða reikning. Og við getum leitað eftir númerum bíla, við getum númeri reiknings, dagsetningu, upphæð greiðandi, þannig að það er auðvitað að finna þetta. En við viljum bara eitthvað inn að handói. Þá skulum hvernig við senda núna. Við viljum senda rafrænt, við senda tölvupósti, við senda prentun. Já. Svo eru aðri sendingamáttar hérna sem að þú getur þannig sé ignorað. Já. Og ég hefði viljað breyta þessu þannig í viðmótshönnunni að eins og senda PT-skrá. Þá er hann bara að vista PT-skrá á skíatóluna hérna. Já. Og sendar hann ekkert langt sko, hún er bara að senda hann hérna inn á desktopið. Já. Og þú verður svo að taka hann desktopinu. Já. XML-skrá er rauninni rafrænt reikningur. Það er skeita, það er rauninni sko upplýsingapakkin. Ok. Já, kannski rafrænt eitthvað sem ég bara gerir hérna. En þú þarf til aldrei að nota þetta. Já. Og svo þetta sendingum þetta enginn, það því bara að gefa út reikningin en það fór aldrei. Já. Já, sendingarauð. Þarna voru við endurprentun og endurprenta síðasta, náttúrulega bara endurprenta síðasta reikningi. Já. Og svo leiðir þetta hérna. Hvernig það kemur auðvitað í daginn að einhver reikningu hefur verið vitlaus. Já. Tryggingafélag hringir í og segir eitthvað skrítið eða eitthvað. Já. Eða, kannski gerist það aldrei, ég veit það ekki. Já. En minnstu, í venjulegum fyrirtæki sem er ekki að díla við eru ekki að vinna með Kappas og tryggingafélag, gerur ykkar heim einfaldari að eitthvað leyti.
þá svo sem örugglega minna villur. En ef við þurfum einhverjum ástæðu að leiða þetta, þá þetta hérna nokkrir möguleikar. Já. 99% fyrir það eftir bara að nota ógildi. Það bara kreditfærð uppalagning. Já. Og ég notar henni, segjum að þú búin að senda mér reikning hérna með 10 reikningslínum. Já. Ég segi bara að það ein reikningslína sem vitlaus. Ég keypti 4 stykki en ekki 5. Já. Þá lang einfaldasta leiðin. Þú bakfærir bara uppalagreikningin í heild sinni. Já, já. Og þá myndi ég í leiðinni afrita. Já, já. Þannig að ég tek afrita af uppalagreikningnum. Já. En þetta líka kreditfæra. Og þá býr stólpið til sem framkvæm. Svo spyrum við hvaða reikning, skulum bara taka allt reikningin, upp á 1,1 hérna. Þá býr hún til einn reikning var mínus, sem kreditreikningurinn. Já, já. Við þurfum að uppfæra hann líka. Já. Þegar hann ekki orðinn hann þessi reikningur í minnslu. Já. En hérna afritið. Þannig að ég get leiðrétt afritið eins og ég vil. Já, já. Þannig að ef hérna glemdist eitthvað magn eða það glemdist afsláttur eða hvað sem var vitlaust. Og þá fyrir komið það hérna og svo bara uppfæri ég til þess að sendingum átti engin bara hérna og staðfesti. Já. Annars sem ágætt að minnast á hérna í þessu að þú getur búið til sér hérna eitthvað sem heitir kapasamningar, pöntun, frátekið og samningur. Já. Upphaflega, þetta nú náttúrulega að horfa að kerfana Sjóns. Já. Upphaflega hétt þetta tilboð, það hægt að breyta þessu. Já. Og Jón hefur ákvað að breyta þessu úr ekki lengur tilboð, þetta kapas samningur. Já. En ef þú vilt senda mér tilboð, þá myndi kerfið það væntanlega þannig að þetta sem hefur verið breytt. Þannig að ég ætla að breyta þessu eins og þetta á að vera. Já. Tilboð. Þú ræður hvað þú notar þetta form í. Já, já. Stólpinn afhendir kerfið þannig sem með þetta, það sé tilboð. Já. En þú getur sagt bara, bla bla. Já. Eitthvað. Og þannig að Jón búinn að setja kapas samningur eitthvað. Þá verður þetta tilboð og nú ætla ég að nýskrá og þetta búið til tilboð. Þá fer ég hérna uppalega tegundnóttu tilboð. Já. Bý bara til reikning. Og svo setjum ég bara eitthvað vörur á þetta tilboð. Set hérna upp eitthvað 25% afslátt eitthvað og ég fer hérna og þá það sett núna í línu tilboð. Já. Þetta ekki reikningur. Og svo get ég forskóðað. Nei, ég þarf að velja eitthvað hérna. Svona. Forskóðað. Þá stendur hérna tilboð. Já. Segjum svo ég taki síðan tilboðinu. Já. Þá bara smelli ég að uppfæra sem reikningur. Já, og það færist það þá. Já. Og leiði ég til að staðfesta, þá ég búinn að þá þetta orðið formúlegur reikningur. Já. Þannig að þetta er súper einfalt þannig sem búið til tilboð. Já. Og breyta því reikning. Já. Og það síðan aftur stilling hvort þú viljir varðveita tilboð. Þannig að fór þetta tilboðið, það ekki lengur hérna, nú þetta að tala núna. Já, já. En við varðveitum það hérna. Já. Ef að stillingarnir það þannig. Það líka að stilla hérna í hérna sagt að varðveita þetta alls saman. Já, já. Reikningar eyðast þegar þeir fara úr sölukjörinu, úr vinnslumyndinu. Já. Ég alveg að drekka þér? Viltu taka pásu við það? Nei, þetta alltaf leið. Annars sem þegar 95% eða eitthvað, mikill meirihluti af þessu komið úr kapas, svo stundum þurfa að búa til einhverja eigin reikningar. Já, já. Góða helgi. Já, sögulega þetta góða helgi. Þá getur þú verið með þína eigin verðskrá. Já, já. Og hún lítur svona út í dag, og hún verulega með uppfærana. Og gallinn við þetta útlit það að það fullt af dálkum sem þú þarft ekki að. Já, já. Þannig að þegar þetta komið nýju útlitið þá getur þú falið þessar dálkar sem hefur ekkert að gera. Já. Til þess að þessi bláu dálkar hefur ekkert að gera. Já. Og eiginlega, hægri parturinn skiptir lengumáli. Já. En ef við förum bara yfir vinstri partinn, þá þetta bara býður til eitthvað vörnúmer. Þú bara kallar þetta vörnúmer hvað sem þú vilt. Já. Setur eitthvað vöruflokk. Já.
sem nótabenni skiptir engu máli. Já. Þú getur haft bara einn vöruflokkur alla vöruna eða bara eins og vilt. Já. Vöruflokkar er rosalega góðir bara ef þú vilt segja að þú vilt fá skýrslu úr kerfinu stólpa sem bara fyrir þessar vörur. Já. Og þá þarf stólpa að vita hvaða vörur þetta meina. Já. Og þá þessi vöruflokkur mjög góður til þess að flokka flokkar 1, 2, 3, 4 eða. Já. Og Fínt að gera flýtileiðir eins og fyrir þarna þú ert að gera tjónamat sem greitt út þá ertu bara ítur á einn og það kemur það upp og svo bara tap. Og þú slær bara inn hérna verð með á hana sko. Já. Þannig að við segjum bara hérna ef þetta er 100 áskall þá það 104 með vaski. Og svo getur líka slegin sko upp að meðvaski. Já, breytist það. Þá segir það 806 handvask. Já. Svo hérna sem ágætt að fara bara hratt yfir, þetta vídeó og þú getur farið svona sko ég get sett inn hversu mikinn afslátt ég get gefið svo Já, sko við fyrir bara yfir tákna sölupunktin bara það sem er í kerfinu sem pöntun. Það hefur ekki búið til pöntun í kerfinu. Þetta er náttúrulega miklu meira það sem vörur. Þið náttúrulega ekki með alveg vörur á lager hjá okkur. Nei. Það leiðandi lagerstaðan oft eitthvað ævintýraleg mínustölur hérna Jóni. Þetta er bara, þegar Jóni stofnar vöruna þá komin með lagarstöðu 0. Það ekki búið að skrána eina vörur inn á lager en þessu vörunúmeri. Og svo þegar hann fara að selja, þá fór staðan bara úr því 0 í -1 og -2 og -3 og -4. Þannig að þetta er kannski svona ákveðin mælikvarði um þetta að mann selja margar einingar af þessuna. Þó að þessi mínuslagerstæðir er raunverulega ekki til, en kerfið þetta verður að telja. Saman hvar við byrjum að telja frá. Sölupöntunum fráteki líka hérna, það fráteki. Og innkaupapöntunni, það mennum innkaupakerfið í stólpanum. Þannig að þetta svæðir sem bláa svæðir eitthvað sem notar ekki neitt. Eins þetta lágmark, hvað þetta að hugsa fyrir þá sem ég var bara 10 stykki eftir lagri, það var pantinn meira. En þetta getur notað hérna mögulega afslátt. Það mjög fullkomið afsláttarkerfi í kerfinu. Þannig ég sem við ég á að fá 10% afslátt af málningunni, ekki neina öðru. Eða bara með einni með afslátt á öllu. En ég bara með afslátt á málningunni. Og þá getur sagt stólpanum nákvæmlega það. Og leið þú gerir reikning á mig, þá veit stólpið að ég á að fá 10% afslátt á málningunni. Engu öðru. Meðan næsti gaurinn fara 20% afslátt á öllu. Og þetta allt í staðar í kerfinu og ég svo þreytið að meira og kannski fara að bara veist þetta til. En svo þetta hakk hérna að það bara, þú getur sagt að þetta bursið frá því að einhver á að fá 20% afslátt á öllu. Þá þessi bara ekki með afslátt. Bara yfirstreika það. Greinilega búið að taka hakkið úr hjá Apple í þessu. Já, náttúrulega. Og svo eitthvað tilbundir eining hérna. Það það sem kemur á reikningi. Þá segir mér 1 stykki, þetta sem 1 kíló, þetta sem 1 meter, þetta sem 1 klukkutíma, þetta 1 mínúta. Þannig að eða bara stendur ekki neitt, stendur 1 stykki af þessu, eða eitthvað. Þannig að ef þú vilt hafa einhver einingu, þá setur hana bara inn. Þetta bara frjálst textið þannig séð. Og þetta er möguleikarnir náttúrulega endalausir. Þessi eining hér gætur mögulegt gagnað. Þarna sko ef þú vilt skipta öllum þínum vörunum, og þetta vörunum þín hérna, getur bæði verið vinna, sem þetta ekki lagervara, svo getur verið alveg lagervara, bara eins og lítra málingu eða eitthvað, og svo getur þess að verið tæki, eins og reikningabækur. Og þegar þú skrifur reikningi til búnans, þá vilt að reikningurinn sé búin að flokka, fyrst kemur allir efnisliðinir, svo koma allir hérna vinnuliðinir og svo allir tækiliðinir. Svo stólpið viti hvað er hvað, þá þessi flokkur hérna fyrir það. Ef þú notar þetta ekki, þá skiptir þetta engan máli hvort það fyllt út eða ekki, eins og sér hérna hjá Jóni, að þetta er allt tómt, það er eitthvað tilvíðinu hérna, eitthvað sett tæki hérna. Jakstur. Og hérna, en ef þú ert ekki að nota sérstaka útlit af reikningum, þá er stólpið ekki notað. Það er bara ein ákveðið útlit af reikningi sem notar þessa skiptingu. Þetta er dæmi dálk sem að þetta langflestir notendur okkar nota. Og eins með hérna
tegund verðútreiknings að það snýr að verðhækkunum á vöru. Það ætlar að hækka alla vöruskrona sumar að það er ekki, það getur stilt hérna hvernig. Og þetta er þetta eiginlega ekki að vita. Við ætlum að sleppa vörunni, við ætlum að reikna samt að reikna ekki þessu veljum setna. Við ætlum bara að verða uppfæra stöðugt. Svo getur líka farið að fela vörunúmer. Eftir sem verður lengur í stólpa, þá kemur að því einn daginn að þú með eitthvað vörunúmer sem þú ekki nota lengur. Og þú vilt ekki alltaf fá það inn í að þessi sé að trufla þig dagstæðlega. Og það getur farlega. Svo er líka hægt að eyða þeim. Sem var líka tæknilega út af það að bókhaldslega séð má ekki eyða vöru ef hún hefur verið notuð á gömlum reikningi. 10 ára gamall reikningur, hann var með þessa vöru og það má ekki eyða úr gagnagrunnum varanlega. En það er til lausn á því í stólpa. Þá er hún bara felld inn í rauninni aðra vöru. Það er þetta verið flókið. Það er bara nákvæmlega. En ég er náttúrulega að segja kannski meira heldur þarft að vita. Vissulega. Og aftur vöruflokkan, hérna getur sett upp þína vöruflokka. Og stefna næstu línu, það getur frá til nýja vöruflokk. Þú getur breytt vöruflokkum álíkavinna í bara yfirskrifum á vilt. Þannig að breytt þessu öllu saman. Þetta er eiginlega bara þér til hægindir aukna. Og þetta er eins og Jón hefur sett upp í sér. Það þurfum við skoða verðskrána að það sérðu hvernig flokkar þetta eru. Og mér er réttingafstæða finnst mér þetta undarlega mikið af vörunúmerum. Þetta er vantilega nótum þetta ólít. Það er þetta eina vörunúmer sem það nota almennilega, það er þetta sem kallar S, SSJ. Sjálfsamrið. Mér finnst að hann ætti nú að hann gerði svo mikið mistök að setja utanbókhaldsdraslið inn í þetta líka, bara svo hann myndi muna þetta. Einmitt. Eitt bara sem ég ætla líka að nefna sem að segjum að setja búið til reikning frá grunni. Ef þú hefur bílnúmerið þá bara byrjuðu að finna bílnúmerið. Þetta er alls konar skrítið númer hérna. Þetta er einmitt eitthvað utan, það ekki. Tökum bara eitthvað enn á við. Ná, ekki bílnúmerið. Þetta er alveg skráningi sem er til bara fyrir. Og þá er þetta bara fyllist út hérna hver er umræðamanninn. En þessi nú að byrja á nýtt. Það er kannski engin bíl. Og þá getur þú bara skrifað hérna eitthvað. Þannig að það er ekki til nafnið þegar til í skuldunarskráninni. Og þá spyrir hún þessi listanum finnst ekki, viltu stofna? Þá segir bara já. Og þá bara fyllir út spjaldið hans. Og það þarf alltaf að vera kennitala. Hún er bóldana. Og kerfið passar endur upp á það hver kennitala má helst bara vera skráð einu sinni. Þannig að það er bara eitthvað annað það sé ekki til fyrir. Og þannig sé þarf ekki að skrá mig annað en hérna minnstu til nafn á kennitölu. Það er minnst svona lágmarki sem það er skrá. Það er til þess að fylla út reikning, þá notar við vörunúmerið þín. Sem bara hérna ætlum velja að vera númer 14. Og það kemur eitthvað verð og við getum alltaf yfirskrifað og skrifað nýtt verð. Við þetta. Þó verðskráin segi eitthvað, þá er þú valdið. En í öðru lagi þá þurfum við ekki að nota vörunúmer. Við getum bara skrifað hérna bara beint. 2 stykki af 5.000 kall. Og svo í þriðjulega þá getum við skrifað heila ritgerðir hérna. Það kemur ekkert magn á verð neitt. Og þegar við forskoðum reikninginn, þá lítur þetta svona út. Fyrst kemur við vörunúmer 14, svo kemur bara eitthvað bullvara 2 stykki 5.000 kall og svo kemur bara ritgerðin okkar. Stólpinn er mjög frjáls með það hvernig þú býr til línur. Eina undantekningin frá þessu er það að rafrænir reikningar leyfa til dæmis ekki svona línur. Pappír og tölvupóstur, þá er það náttúrulega engar reglur frá rafrænum reikningum.
Þannig að þetta ennþá þannig séu frekar algengt. Já. En rafrænt reikningur mundurinn við hendum þessu núna hérna bara úr vörlínu niður í athugasemd. Þannig að reikningurinn falli ekki. Já. Og þegar þú sendir rafrænt reikning úr stólpa, að þá þessi skeytamælari, þá hann að taka við og hann fer yfir hvort það stemmi eftir reglum rafrænt reikningar. Og þá erum við búin að færa þetta inn í athugasemd. Þannig að þessi reikjar sem við séum þannig að hún kemur inn bara svona athugasemd. Annað sem að stólpi leyfir en rafrænt reikningar ekki, og ég held að það mun aldrei náttúrulega hjá það, en ég verður að nefna þetta bara til að segjum að ég sé að skila hérna einhverju vöru og þú ert að gera reikninga, ég er að kaupa 1 stykki af henni og 2 stykki hérna og ég er að skila 1 stykki hérna og ég er að segja bara mínus 5.000. Rafrænt reikningar heimila ekki einingar að segja neikvæðtala. Þannig að rétta leiðin þessu að segja mínus 1 sem 5.000. Það þarf þetta alltaf sama heildarkvæði. Þannig að það bara síðast í gær að einhver er búið til reikning og skeytamælirinn hafnaði reikning. Og það stendur reyndar alveg unit price must not be negative. Og það kemur eftir að sá reikning var uppfærður, það var bara komið við á skjáinn, hillan. Og annars við með rafrænt reikningar, segjum að þetta sé rafrænt reikningurina, þetta 45 milljónir, heldur gott. Það fínt að þú þetta í vasan. Þegar að reikningur er prentaður, það kemur henni eftir sem heitir viðhengi hérna. Þá prentaður reikningur sem getur ekki haft viðhengi. En leiður setur hérna þessi tölvupóstur, þá getur samt viðhengi. Og að senda hennar reikninga á ísfélagsdrottninguna eða eitthvað, vonast til þess að fá þetta bara greitt og Nákvæmlega. Og þá getur bara raða henni viðhengi minna. Og þá þegar þetta fyrir tölvupóstur, þá sérðu þetta reikningin sem viðhengi og svo þetta hinn viðhengi líka. Eins þegar það er rafrænt reikningur, að þá kemur kassi hér, svo þetta gráasvæði bara tómt í það. En leiðið vel sendingamáti rafrænt reikningur, þá kemur þessi kassi hér. Rafrænt reikningar eru fullkomnari að því leytinu til að þeir hafa alls konar svona tilvísunarsvæði. Og þú getur verið að vísa í eitthvað tilboð, þú getur verið að vísa í eitthvað pöntun eða skráð hverjir úttektaraðili. Og eða þá til dæmis er algengt í öllu stóru fyrirtækjunum, ef þú ert að vinna í einhverjum bíl, þú ert að rukka samskip fyrir einhverjum bíl sem þú ert að gera við það, og þá vil ég fá bílnúmer í þér. Og í gamla daga þegar þetta var pappírsreikningur, þá gat mannsögð séð bara þetta var þessi bíl, það stóð í hausnum, en rafrænt reikningar þeir ekki með neitt útlit og þetta er svæði til að skrá svoleiðis upplýsingar. Ég held að en aftur þetta er eitthvað sem að ég veit ekki hvort það þarft, en rétt að nefna bara. Þú var búin að fara í verska á vöruleiti er bara eiginlega saman, þú var ekki að leita að vöru hérna. Það er með orðið svona langa skrá eins og Jón er með. Skuldunautar er náttúrulega bara sama, þú getur að skoða hérna gamla skuldunauta. Bifreiðar er eins og eitthvað sem er gagnlegt. Hérna er bara listi yfir allar bifreiðir sem hafa verið skráðar. Og þarna er bara eitthvað gamalt, þegar það er eitthvað... Það lifir ekki í íslensku stæðu. Þetta er eitthvað eldgamla skráningar. Kerfið, þetta er bara eitthvað gamalt þegar þú sér hérna að það er fullt í íslensku stöðum. Þetta er bara eitthvað eldgamalt. Og hérna getur náttúrulega verið gagnlegt að ef þú þarft að leita bíl, hvað er þessi bíl til og hvernig er hann skráður og hvernig aftur getur við stilt takka, hvernig ætlum að ráða þeim upp. Hérna sem versmiðan er náttúrulega undan fastanum, með þess að skilja. En
og hvernig getur séð þetta allt saman. Sko, þegar stólpið sækir upplýsingar ökutækjaskrá og þetta fyllist út, þú getur eftir sem maður farið og skrifað það yfir. Það breytt eitthvað, það vilt. Þetta voru þekkju og bara það endurstrykka að þú átti ekki nota þennan, þú átti að opna þennan númerreikning og fara hér, þá sækjum við bara við þennan bíl og hún fyllir út þennan reikning. Annars lendur því sama Jón að gera að það verður til 2 reikningar. Eitt sem að þú bjóst til með þarna efri kapastampunum og eftir stendur 0 reikningar. Ég ætla að það var að reyna að gera það þannig að vera búinn að reikna út skýrsluna og þegar kúnninn kemur og sækja bílinn, hann getur bara það var það einfaldara. Það var breytt tæki og kerfið býr til þess eiginháttareikning. Í versta falli þá hægt að gera það þannig bara að haka í kappasunum og sækja reikninginn og svo uppfæra þá bara heildarreikninginn. Að þau búin að rukka, að þá ertu komið sjálfsábyrgðina. Það er kannski minna flækjustig heldur að vera að búa til alltaf nýjan og við þurfum þá að búa til hjá þér þetta vörunúmer S-jóð. Þegar eins og sér hérna á Jóni og sér hérna að öll þessi númer með eitthvað lykli sem 1000 eitthvað. Þetta þýðir bara tekjur. Þetta að fara inn á tekjur fyrirtækis. S-jóðvörunúmerið allt öðruvísi. Það að fara inn á biðlykil. Það til þess að tryggja að þú sett ekki borga eiginháttana eða tvöfaldar tekjur þetta eiginháttana. Það er það sem við tryggingafélagið sem heildarreikningurinn, það hann sem tekjufarður. En þessi eiginháttareikningur, hann bara settur inn á hérna biðlykil. Og þetta þarf að heiða stilla með bókarinn og hún þarf að vita og þetta þarf hann að stenda af líka. Og þegar reikningur til tryggingafélagsins, hann debit og kredit, þetta eru bókhaldsugtök, að þá á reikningurinn að hann á alltaf að vera 0. Þegar staða þessa lykils á að alltaf vera 0, þá þýðir það að þú hefur örugglega ekki gleymt neinu. Ég ætla ekki að þreyta á mikið á þessu hérna, ég ætla bara að fara hrætt samt yfir það. Hérna alveg örmull af alls konar stillingum í sölukerfinu. Og meðan alls hvort þú vilja kalla þetta kappas eitthvað saman eða eitthvað hver sendingamáti þinn eins og hérna. Hér búið að haka við að sjálfgefninsendingum út af prentun. Og í framtíðinni að þú separaður þessu, það bara bull að vera eins og pappisdrasli. Að það bara segir sjálfgefninsendingur í tölvupóstur. Og þá bara vill stólpinn alltaf senda tölvupóstur. Og þá þarf það að passa þessi í netfang. En raunveruleikinn aðtalið að þú ert með fólki verið fram að og einfalt ræðilega bara rétt af pappir heldur að vera alltaf eitthvað netfang. Ég svo líka þar, ég vil frekar fá þetta bara sent í maili og því ég kíkja aldrei á þetta. Betra að fá mail og heldur að fá í pappir og sóun. Nákvæmlega, og það náttúrulega þegar þú ert með kúna fyrir fram að og ert að uppfæra reikningin hérna, þegar það var borgað fyrir eiginháttið sem Anton mættur hérna og þú ert maður búið til reikning og þú ert uppfæra og hann segir maður tölvupósti og þá bara segir það tölvupósti eða það sem ég myndi nú gera reyndar við ætla að cancela það eina að fara inn í reikningin og setja inn tölvupósti hér skrifa þá í e-mailan sem og þá getur þið ég þarf að græja þá til að tengja tölvupóstin það er ekki 365 aðna. Jú, sko, sá sem með admin aðganginn ykkar að póstólinu, hann getur búið til þetta sem eitthvað heitir hérna Ingi Davíð sem var að segja blessina, hann stillíkur í síðan okkur, þannig að sá sem að ef þú ert með eitthvað mann sem sér tölvupóstinn ykkar, þá er best að handla Inga Davíð og bara hvað hann þarf. En þetta eitthvað svona admin password sem þarf til að fara inn, til að opna á aðgang, sko, þeir kalla þetta Microsoft og Google Third Party Access.
Ég heldur sem að einhvern hótt með þetta. Hérna, vorum við stýrupplýsingu já. Hérna sést já, eru stillingamátunir fyrir sendingar. Þetta er mikilvægt að við fyllum þetta út hjá ykkur. Já. Þá þegar þú sendir rannreikning á tryggingafélagið. Já. Og þú segir að þið eru millifæra. Já. Þá þarftu líka að láta senda inn eitthvað reikning á millifæra. Já. Og það er akkúrat þetta svæði hér. Já. Þannig að þannig að skulum kannski renna yfir kerfið þitt og reyna að fylla út eins mikið við getum. Já. Ég náttúrulega ekki hugmynd hvað reikningsnúmerið og já. Svona þess. Hvar sæki ég svo kerfið? Já. Ingi Davíð bjó til aðgang fyrir þig til aðtakvartíkinu lokaða grein. Hann er með passwordið. Ég geti resetta ef ég þarf. Annars er ekkert stress, ég get komið aftur. Nei, þetta er að klára eins mikið þetta er svolítið þröskuldar að byrja í bókhaldskerfið og læra bókhaldskerfið og setja allt upp og eitthvað svona. Svo sem ég þarf ekkert að byrja að nota það fyrir í júlí. Nei. Eða svona, þá fáum við allavega húsnæðið og svo byrjar reksturinn í ágúst. Já. En hérna sér þetta hvernig tenginginu, hann er hjá Google. Já. Og þar sérst, Google bara gefur þessar upplýsingar upp. Það er hvar pósturinn er stafsettur í heiminum í tölvuveröldinni og hvaða port er og hvaða stillingar og svo er náttúrulega bara hvað user pass. Já. Þetta þarf að setja upp í ykkur. Já. Og svo reynda þarf að fara eins og inn í Gmail og það þarf að fara sérstaklega inn í Gmailið. Já. Stillingar þar og segja ég leyfi þessu að tala við. Og svo er þetta náttúrulega flóknara þegar maður byrja hérna á auðkynningu í síma og eitthvað svona, því að stórberið þetta ekki með símaðinn og fær ekki neina öryggistölu og eitthvað sliðis. Þannig að það þurfti að þannig að fyrir aðeins eftir því hvort það sett með slíkt eða ekki. Þannig bifreiðar, hérna eru flýtiskranga bifreiðar, það þýðir það að hver skilt svona slærið bílnúmer að þá ætlum við samt að refresha upplýsingarna hjá Samgöngustofu. Já. Það kostar þetta meira að vera með þetta. Þetta er svona lúxus. Þú ert alltaf með nýjustu upplýsingar en þú fléttir upp öllum bílum. Já. Sem þú annar bara slærið inn. Já. Sjálfvirk uppfærsla bifreiða, ég man bara ekki hvað það er. Sjálfkrafa nýtt verk fyrir bifreiðana. Það var reyndar ekki orðast, það er þetta hagg sem á að stýra þig hvort að við sem spurð. Nei, það var annar eina. Stýra upplýsingar hérna. Þetta samantekt úrelt. Já. Þetta var svona hér. Ég er að fara að spyrja hvort greiðandi ef það er bæði eigandi og umráðamaður. Já. Og þá er það val hvort að kerfið spyrji þig. Já. Eða rukki bara sjálfkrafa annan. Já. Svo ég ætla ekki að treyta eitthvað öðru hérna. Það er hægt að fá sérstaklega verkbeini með. Já, þá get ég hakað í þetta hvað. Já. Verkból notar ekki, en hérna er stillingar sem að útskýra sem mestuleyti sjálfar. Já. Þannig að kemur alltaf sjálfgefin þessi sölumaður á reikningana. Já. Sko, sölukerfi heimtar að sé sölumaður á reikningunum. Já. Og ef þetta er tómt, þá kemur ný reikningur líka tómur. Já. Og þá þarfst að setja eitthvað nafni inn. Já. Þess vegna er mjög þægilegt að vera með eitthvað sjálfgefins og það eru bara undantekningar sem þú ert að breyta. Já. Það er örugglega bara alltaf ég, því ég held að ég muni sjá þetta aðalega, sko. Já. Svo eru hérna nokkrar stillingar sem að eru bara eiginlega svona svolítið persónubundnar. Sem að við þurfum kannski bara að kíkja á fyrir þitt núna. Ég held að sé ekkert meira sem ég geti sýnt þér hérna. Nei, sko, ekki nú við, ég held ég ætti bara að fara í kerfið ykkar. Nei.
Þá þetta bara kerfið ykkar. Já. Allt á núlli og hérna ég við erum búin að skrá þig hérna inn. Starfsmann. Ok. Og ef það ný starfsmaður þá bara fyrir við ný starfsmaður. Já. Ef við þá ekki bara að setja upp Helga með mér. Helgi Már Hreiðarsson. Sjá, var ég ekki með kindluna sinna. Hversu oft við sendum kendurinn á hvern annan þegar maður gangar á pappirum fyrst. Ég sá hann skráður hérna áðan, ég var að leita vatnsbóndin yfir. Þá var hann skráður hérna með þessu kennsölu hérna. Sjá. Hefur hann kannski ekki sett kendurinn þessu? Þannig er það 060287. Já. Hvað segirðu? 060287 2529. 2529? Já. Og en áttir, ef þið værið með þjóðskrá hjá þeirra sækjum hjá Lómstraust, þá hefur nokkra valmöguleika. Þú þarft alltaf ökutækjaskrá. Já. En svo spurning hvort þú vilji hafa kennitöluskrá líka. Já, ég myndi alltaf vilja það. Það kostar semst aukalega. Já. Og þá getur auðvitað smelt hérna og þá myndum bara fylla út heimilisfangið. En annars getur við náttúrulega... Þessi Jörfagrund. Annars þurfum við ekki að fylla þetta út. Já. Bara klára ég þetta bara. Já. Þá þetta bara svona, já, og þá sá ég hvernig þetta var og... Já, og ég var ekki búinn að skrá heimilisfangið þitlumis en við getum bara tvísmelt hérna á og skrá heimilisfang. En þessar upplýsingar fara sér inn í launakerfið. Já. Þannig að fyrst eru skráðir starfsmenn og svo út frá starfsmönnum eru búin til launþegar. Já. Þannig að það er þannig sem mikilvægt að þetta sé svona sæmilega rétt skráð. Já. Greiðsluskilmálum í augnablikinu þá eru rauninni 3 valmöguleikar. Já. Ég hakaði að þegar við stofnum nýja viðstöðinni, þá fara sjálfkrafa inn í þetta sem heitir þessi greiðsluskilmáli sjálfgefin. Já. Að þá fer þeir sjálfkrafa inn á þannig skilmála hér. Ok. Þú getur þetta valið búið til þetta eitthvað sem við stillum okkur kannski bara af. Já. Ég held að þú sannlega vissi kannski ef alltaf þetta væri til og enn síður hvernig þetta vilt hafa þetta í framtíðinni. Já. Það sem ekkert hér held ég að skoða. Og eins varsnúmeri, það náttúrulega ekki komið. Nei. Þannig að augnablikinu bara 000. En við förum aðeins í söluleikir ykkar. Sko, sendingamáti er bara prentunni til að byrja með og væntanlega alltaf. Hérna fyrir að setja upp banki eftir að koma með bankanúmer. Já. Já. Sjá. Það er 0133 26 016408. Já, þetta er þegar þú sendir rafnareikning á tryggingafélögin þá sendur líka PDF-skjal sjálfkrafa viðhengi með. Já. Þetta býr semst til þannig að þeir fá rafnareikning með viðhengi sem er raunum stólpa útlitið af reikningum. Við væntar að setja tölvupóstinn upp. Já.
Svo bara spurning hérna, þegar þeir eru komin á aðganginn, hvort þeir eru ekki hafa þetta hér eða ekki, þetta sko í byrjun náttúrulega, það eitthvað sem alltaf allir, þú veist að þetta með tóma á grunn, þannig að það sjálfkrafa þetta að leita en svo þegar bílar var að koma aftur til þín, að þá spurning hvort þú vilja hafa þetta eða ekki. Þarna þurfa að búa til 77, 10, þannig. Og svo þurfa að búa til vörunúmerið, S7. Svona svona. Og svo spurning bara hvort þú vilja fylla þetta út í framtíðinni eða hvort þú notir þetta form, þannig sem það með kassana. Hvort þeir skipt við, held ég erum ekkert að pæla eitthvað í því, þannig að þetta ekki það sem kemur á verkbeinni. Jú. Það bara textin sem skiptir máli á okkur. Þetta útlit sem ég mæli með og sama útlit og Jón var að nota. Þú kemur sjálfkrafa upp sem sölumaður. Já, það eitt sem við glemdi hérna með Helga. Starfsmenn. Helgi. Birtan í sölugjafni. Getur þú svo ekki sett hann okkur lágmarksleiðinni? Jú, ekki ná. Sjálfsfróðið. Þetta allt bara eins og ég myndi mæla með. Hérna er þetta hvað við sjá marga aukastafi sko í nótunni þegar þú ert að vinna hana. Já, þá held ég þessi komið. Við ætlum að búa til hérna nýtt vörunúmer sem að, kalla Pressjóða líka. Jú. Hvað var eigin á þetta eða sjálfskontrolabili eða? Sjálfsábyrgð. S7 sjálfsábyrgð. Já, það þarf að fara á 70-10, annars skiptir eitt ekki máli. Já, þetta var bara eitthvað bullleiðning að segja. Það var að testa hann. Þá skulum við bara hérna logga ykkur inn. Sko já, Kapasinn, það er líka þar. Þetta vantar. Aðgangur frá Grintinfo. Það kemur hér. Og svo náttúrulega logo ykkar. Það er bara tómt. Þannig að það held að þetta svona aðalatriðin sem var svona mikilvægt að klára, en svo náttúrulega bara svona fínslipun eftir þessi því kynniskerfinu og fáið eitthvað hugmynd það hvað þið viljið. Og ég sjálfur að læra kerfið, þó ég ger ekki neitt annað í 10 ár, þá ég ennþá að læra og það sem eins og launakerfi, ég veist alltaf að opna það sko. Ég ennþá fókusar á fullt önnur kerfi en ég ennþá að læra á þau sko. Þannig að þetta eiginlega botnlaust, þetta svona eins og Excel eða eitthvað sko, þú klárar aldrei að læra þetta. Ég skil ekki Excel sko, alveg sama hvað ég reynt að fara á okkur Excel-námskeið svo byrja ég að gera eitthvað heima. Nei, gleymdu þessu. Ég setti öll kerfin ykkar inn. Og svo samningurinn ykkar náttúrulega bara þessi kerfistölunum síðast. En eins og byrðarkerfina sem að þeir eru ekki að borga fyrir eða eitthvað slíkt, en það þarna. Og það bara út í að til dæmis að þið búið óvart til eitthvað vörunúmer og viljum breyta vörunúmerinu eða eitthvað, þá þarf að byrðarkerfi til þess. Þannig að svona í byrjun þá verður þessi kerfið hann inni. Og svo bara kemur ljós hvort þau þurfum að halda það ekki. En já, þá ætla ég bara að skrá mig hérna út. Og loka hérna. Ég ætla að fara hérna. Þjónustukkerfi over.
Og skjárinn að uppfæra sig aðeins hérna. Þetta eitthvað lykilorð. Það þarf held ég að vera 8 eða 10 stafir. Sjá. Það þarf að vera lykilstafur og stórstafur og ég held að það þurfi að vera punktur, upprófurmerki, spurningamerki eða eitthvað þess þar. Já, ég sé það. Líka. Já. Er þetta ekki bara gott eða? Jú, ég held að þetta sé bara fínt. Og þú manst þetta ekki? Jú, ég man þetta. Þarna er breytt. Þá skulum bara fara á tölvuna þína. Já. Og finna Remote Desktop. Sjá. Þannig hann er í Windows-merkið hérna niðri. Það er hérna. Og bara skrifa REM. Þá ætti þetta komið upp. En við þurfum þá að nýta það ekki. Jú. Við þurfum að nýta nettingingu. Það er hliðan á bílum. Já, ég er ennþá að læra á nýja Windowsið. Já, ég með þetta stöðut upp rafbítunni við. Stólpi gestir. Nú mér hvað tegum við henni lengur við. Þetta gott ekki fynda hérna. Ég get líka hotspota mig, það er ekkert mál. Sjá. Já, eða það bara. Gerst þetta gott ekki líka fyndi líka við. Sjá. Stólpi. Þá ætti ég bara. Svona. Þá er ég orðinn netildur. Ok, tölvan heitir planet.stolpi.is. Planet.stolpi.is. Þar kemur username og password. Já. Fyrst kemur stólpi. Stolpi. Það er stólpi og svo kemur öfugskrafturinn, það er í öðni hérna. Þannig að þú skemmt mann skrifa stólpi. Já. Svo heldur niður alt, Ctrl og Ö, þá fáum við svona öfugskraftur. Já, ok. Og username heit. Það hérna, það er A+, bókstöfum, punktur Patrekur. Punktur Patrekur. Og passvortið var þannig eitthvað. Já. Já. Svo spilum við því að hann setja á desktopið. Þannig er hann búið til prófíli fyrir því fyrst skipti, þannig að hann lengur að þessi fyrst skipti. Þegar hann er eiginlega búið til tölvuna innan núna. Já, ok. Já, þetta sé ég eftir þessi dæmið. Þetta sérðu sko loka. Já. En sem vantar eins og þarna er tenging að þú sjáir kerfið þitt. Já. Það gerir ég hérna megin. Þetta er svona. Veitu hvað er þetta? A+. Bílamóðum.
Það er ekki komið á skjáborðið núna. Það bara opnar upp. Yes. Ég er að prófa nú að loka þarna skíðaþjónustunni bara með X-inu eða eitthvað. Svo getum við hakkað hérna don't show this again. Bara vara við og setja að loka hérna. Fyrir aftur á desktopið. Já, það er eitt sem við glemdum að gera. Fyrir aftur þannig remote. Rem. Og smellir bara það. Og þarna er þetta allt saman. Og við ætlum að fara hérna í Show Options. Við ætlum að Save As. Setja desktopið hérna. Bara stólpi. Nei. Þannig erum við að setja að geima. Já. Svona. Og þá verður þetta til hérna. Og svo það stundum að haka. Don't show this again. Continue. Og talan er greinilega búin að muna leikilvæg. Já. Og hann segir þess að þá opna stólpa nákvæmlega skildi við hann. Já. Það er þegar við slökktum ekki þarna. Já. Það er einmitt munurinn sko að tölvun er bara keyrandi þarna bakvið. Já. Í gagnaverum okkar. Meðan þú hittir þá slekkur á. Sé ég svo einhvers þar hér upplýsingarna sem ég þarf að setja inn ef ég setja upp í tölvunni heima líka? Nei, ég skal skrifa þetta bara hjá þér. Ok. Já, ég held að ég veit ekki hvort ég hafi þetta rétt. Þú sér þetta ef þú ferð hérna í edit, þá sér þetta reyndar allar upplýsingar. Hægri smellir, hvernig maður gera þannig á þessu lyklaborði. Og Show More Options. Edit, númer 2. Og þarna sér þetta. Já, bland stólpi. Og þarna er allt nema lykilorðið þitt. Já, var notendanafni líka? Já. Það er þannig línu 2. Já. Þannig að computer name og username. Já, þá var þetta heldur rétt skráðið mér. Já. Og svo er hackið þarna always ask for stólpi A+, já. Það er þetta öfuga skrástrygg sem að það er ekki. Já. Það menn taka oft sko stryggið henni 7-ni. Já. En þessi hallar öfugt. Já, það er allt og já. Og þá ætla að slökka alveg á þessu þá bara fer maður í loka skíðaþjónustu. Já. Svona, þá held ég stoppið upptöku, þetta er komið 2 klukkutíma.